Komiði sæl, það sunnudagur og þá sýnir Egils hérna á Samstöðinni. Þessi þáttur verður svolítið sérstakur. Hér á eftir verður viðtal við Sonju Magnúsdóttur og Svavar Jóhannsson, en þau eru fósturforeldrar Óskars Bocanegra Flores, strákinn sem er búið ákveð að senda í burtu, senda í Kólumbíu, þar sem ekkert bíður hans. Og við ætlum að viðtala við þau, en hér á vettvangi dagsins eru komin Helena María Ólafsdóttir, öryggisverkfræðingur, Helga Vala Helgadóttir, lögmaður og Björn Leví Gunnarsson, tölvufræðingur og þið náttúrulega bæði fyrrverandi þingmenn. Þið eru öll velkomin. Takk. Jæja, hvar eigum að byrja? Eigum að geima okkur mál Óskars til eftir, þá til að við hlustum á viðtalið við endilega. Fólk, þetta góða fólk sem vil taka við þeim. Ef að fara alþingi, veiðigjöldin, Björn Leví. Veiðigjöldin, já. Ég pínlítið á þeirri skoðun að það ætti að klára þetta mál bara, þetta að vera sumarþing og halda þið bara áfram þangað til að málið búið. Já. Það verði farsælast að hafa það þannig. Fyrst að stjórnarandstaðan eins og hún og bara leifin að mala frá 9 til 5 alla daga í sumar. Já. Helga Vala. Já, ég held að það sé eina ráðið. Já. Að fara ekki að senda allir frí og láta þetta hanga yfir húsunum á þeim á næsta þingi. Nei. Ég meina það var löng pása eftir kosningar. Já. Fyrir alla nema ráðherrana. Og ég held að það sé bara eina ráðið. Ég meina það er bara, já, og ég meina bæði það og svo bara þetta mál sem að þarf að fá að komast í atkvæðagreiðslu inn í þinginu. Og fyrir áramót. Það er bara mjög mikilvægt. Þannig að þau eiga bara að setja undir þessu hausinn og bara leyfa þessu þá að fara inn á sumarið. Já. Ég myndi segja það. Helena María, fylgistu með þinginu? Já, svona eins mikið og ég get. En ég myndi segja bara, þau eru bara með umboð þjóðarinnar fyrir þessu. Þjóðin vill þetta. Og ef eitthvað er að þá bara þau hefði mátt ganga lengra. Þú veist, ég meina, og þetta er vonandi bara byrjun á einhverju stefnu sem að bara endurskoðar allt kerfi. Það er fullt þörf á því. Þannig að, já, bara eins og, þú veist, beint í atkvæðagreiðslu og klára málið. Það er það sem þjóðin vill. Smári. Ég þekki ekki, þau hafa verið á þingi, það er einhverjar reglur á þingi og það eru mörg mál sem að þjóðin hefur stutt sem hafa verið drepin með málþófi. Það var stórkostleg slátrun, það er ekki 2013, stjórnarskráin og alls konar svona umbótamál sem að má rekja til svona krafna almennings eftir hrunið. Þau dóu meira og minna öll. Og það eru fleiri dæmi það. En er ekki svona framtíð ríkisstjórnar svolítið undir því að þeir ná að klára þetta mál? Þetta er orðið svolítið svona harka. Er ekki vont að þau eru að bakka út úr? Ég held þau bakka ekki. Það er bara skrítið þau bakka. Þau bakka ekki, það er ekkert máli, en náttúrulega máli kemur inn núna í snemma þessu ári, Þannig að þú veist, þingleg meðferð og allt þetta, það er alveg að segja að málið sé ennþá í vinnslu og það myndi vera bara lagt fram eftir haust og klárað fyrir áramót. Ekkert, þú veist, ólíklegt að slíkt sé, en það er engin þörf á því að hafa það þannig. Ég held að það sé bara mjög... Þess vegna vilja stoppa það. Ég veit það, og þess vegna er það í rauninni bara pólitískt séð, af því að málþófstækið er eins og það er. Að fyrst þau vilja endilega nota það, þá bara leyfa það maður nota það, leyfa það maður tala sig í hel bara einfallega til að klára þetta mál. En svo er þetta málþófið birtist líka, það er allt í að vera önnur mál, mjög lengi í meðferðum eins og leigubílstjóra sem að virtist vera svona smávægileg breyting sem allir í þingmenn voru sammála. Allavega allir í stjórnarandstöðunni. Þeir vilja allir, þau vilja öll að leigubílamáli klárist. Þau vilja líka öll að lokuðu búsetuúrræðin klárist. Þannig að þau eru í rauninni þarna farin að vinna mjög gegn sér og sínum svona stefnumálum. Þannig að ég held að á endanum muni fylgi þessara stjórnarandstöðuflokka halda áfram að dala og ég held að það verði flókið. Bergþór Ólason átti í flottustu innkomin í þetta mál, hann þegar hann kom, eins og segi, gegnum flugvöllin, en þá
vilt hann á sér heimildu. Það var útlendingur sko og leigubíl og hann þóttist vera ferðamaður. Og það fekk stóra texta. Já, og hann svindlaði á hann og sagði hann. Þetta er svo alvarlegt mál. Sko, leigubílalögin eins og þau fóruð þarna í gegn, þau voru alveg ekkert sko neitt endilega rosalega hryllileg. En það er mjög auðvitað að klúðra framkvæmdinni sem að hefur verið gert í rauninni. Eftirlitið með þessu og allt svoleiðis. Þannig að það er eitt hvernig lögin eru og annað hvernig þau eru framkvæmt. Við sjáum þetta í útlendingamálunum líka til dæmis og mörgum öðrum málum. Þannig að þetta er ekkert svona kannski eins alvarlegt og þetta hefði þurft að vera. Nei. En Sigurður Ingi, hann stendur bara við vaskinn til að þvo hendurnar á sér af þessu máli sem er þó hans mál. Algjörlega hans mál. Já, og það er kannski einn vingill annars sem er einmitt varðandi þessa vanrækslu á eftirliti og þess að þar og það er varðandi útgáfu meira prófana af því að þar virðist ekkert eftirlit akkurat bara á þessum enda eftirlit sem er þó allstaðar annar staðar þegar þú tekur próf að próftaki sé raunverulega að taka prófið. Það er svolítið sérstakt að það skuli ekkert eftirlit vera haft með því hver er á hinum endanum að svara prófinu. Það er bara, og þetta er auðvitað bara stjórnvöld sem bera ábyrgð á því. Og þetta er bara staðreind, því ég hef þetta frá fyrstu hendi fólk sem var að taka þessi próf, sko. Þarna er sem sagt ábyrgð ráðherra í rauninni að sjá til þess að stjórnsýslan sé að framfylgja lögum og eftirliti með lögum. Svo er það ábyrgð þá þingsins að skoða hvort að ráðherra sé ekki að sinna sínu hlutverki og þá beita ráðherrar ábyrgð á lögum og svo framvegis ef að. Ég var nú alltaf svolítið skeptískur á tilefnið að breyta þessu lögum sem var alltaf í nafni frelsis og eitthvað svona. Því að frelsið á að bæta alltaf komið betri útkomu er kenningi þeirra sem að... Það var ekki alveg. Jú, þannig var það í orðaræðinu sem ég fylgist með. Já, vissulega, en það var samt ekki raun og vera þannig. Það var álit undir frá ESA sem að rauninni kvartaði undan því að það væri ekki fyrirsjáanleiki fyrir nýtt fólk sem var að koma inn í greinina hvernig þau myndu geta orðið leigubílstjórar. Það hefði ekki verið að svara því án þess að búa til það sem ástandi sem er núna sem er svona bara vilt samkeppni og í slíku og við þekkjum það bara í öðru borgum sem þetta hefur gengið yfir að þá færist raunverulega svona stjórnin á þessu í hendurnar á svona öppum eða fyrirtækjum sem geta deilt út og fólki sem vinnur að það dettur út af svona venjulegu vinnumarkað og nýtur svona ekki öryggis heldur er í svona uppgripa vinnu og fær ekki borgaða veikindadaga og allir að slást og 18 bílar á störnum og allir að berjast farþegana. Þetta var svo sem vita að þetta væri þess að mér svona fannst sem fara tildulega billega í gegnum almenn umræðu, ég veit ekki hvernig var rætt niður í þingnefndum þetta ESA-ákvæði en þetta fór ekki svona gegnum það að það yrði bara að vera meira frelsi og frelsi myndi leiða til betri útkomu. Það er ekki þannig. Vinnumarkaðurinn til þess ekki frjáls, þú verður að borga eftir tökstum og það er alls konar kvaðir og það ætlar með fólki í vinnu og þess vegna viljum við hafa það en stundum er talað alltaf að þú veist að bara brjóta niður alla reglur og þá kom alltaf besta niðurstaðan en það er ekki hægt að benda á það neins staðar sko. Þetta er pólitíski fyrirslátturinn alltaf. Undir þessu var það þurfti að vera fyrirsjáanlegt með jafnræði að leiðarljósi hvernig nýtt fólk kæmist inn í greinina og yrði leigubílstjórar. Það var það eina sem þurfti að laga í rauninni. Svo er náttúrulega farið bara í pólitískan skrýpaleik í rauninni og setti þetta frelsistóta og til þessu rauninni að ná einhverju ákveðinni niðurstöðu sem að var einhver allt önnur heldur en var rauninni lausnin við vandanum sem var rauninni að benda á. Nei, svo Smári var að tala áðan og er þekkt annar staðar. Vandinn sem skapast. Þetta er bara fyrirsjáanlegt og það sem er minnst alltaf, þetta er ekki bara í þessu leigubílamáli, minnst alltaf allt í kringum, allar ákvarðanir sem teknir eins og þú segir, það er aldrei fyrirhyggjuleysið svo rosalega varðandi hvernig ætlar að síðan að framfylgja þessu og minnst þetta vera bara gegnum gangandi með íslenska stjórnsýslu. Ég er svona utanaðkomandi og alltaf að horfa inn á þetta, minnst allt vera frekar fyrirsjáanlegt. Þú veist, hvort sem það er fjöldin af fólki, hvort sem það eru allir þessi bílar, allir þessi rútur, allir þessi gætar sem voru allt í einu, þú veist, þetta er bara opið fyrir þetta og enginn að fylgjast með þessu og svo er þetta allt í einu komið í höng og ég skil ekki akkur getum við ekki sem samfélag verið aðeins meira sest niður og kannski lært líka bara löndunum í kringum okkur og haft smá humility og bara
gert þetta almennilega, við erum alltaf einhvern veginn ráðist áfram í eitthvað svona eins og allt brotið upp og svo fer allt í höng. En mér finnst þetta bara svona gegnum gangandi í íslenskri stjórnsýslu. Frelsi til að setja allt í höng. Já, einmitt. Eins og reglur séu slæmar, sko. Það er best að hafa fótboltan, hann er bara, þú ræður hvað margir í liðinu og engin rangstaða og engin hendi. Eða eins og hún var að segja, sko, þetta að kynna sér hvernig regluverki annar stað til þess að geta sko haft smá fyrirhyggju í að falla ekki í sömu gryfju og önnur lönd hafa og læra reynslu annarra. Það fylgdi það aldrei með þessu frumvarpin í þinginu. Það var greining á því hvernig þetta hefði gert í Noregi, Finnlandi, Svíþjóð og svo framvegis. Og eftir því sem maður svona sér með við þær greiningar, þá einhvern veginn versta sko leiðin valin af þversniði eftir þessara landa. Það var mjög spes. Við erum svolítið góðið því að velja verstu leiðina. Það er svona kapplaugur niður á botnum. Þá sá sem hefur fæstu reglunar að það sé besta útgáfan. Það eru margir sem að trúa því og það eru margir sem eru bara ríkjandi öfl í íslensku samfélagi sem trúa þessu. Það sé best að hafa kerfið þar sem engar reglur. Það sem einn sterki fær að ráða. Þetta hins vegar þessi mál varðandi leigubílana, þetta hefur blandast inn í svona umræðu innflytjendur sem er svona, mér finnst vera meira áberandi. Líka nú kemur ekki brott rekin, þetta er bara fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum, kemur fram og er með svona ákveðna svona pólitík í því að stjórnvöld standi sig ekki nógu vel í því að halda hér frá landinu flóttafólki og innflytjendum sem ætla okkur eitthvað megin. Það er svona mjög hvasst tónn í honum og maður heyrir svona stjórnmálafólk tekur undir það og hann sakar ráðuneytið að er það ekki bara að brjóta gegn öryggi okkar íbúana. Þetta er þung orð frá Já, og svo kemur Björn Bjarnason og segir ert þú ekki búin að vera gaurinn á landamærunum síðustu 5 ára að minnsta kosti? Hvar varst þú? Og maður alveg þetta er áhugaverður slagur sem að við bæði og sko ég ætla að taka aðeins undir með þessum fyrrum lögreglustjóra þarna því að hann var tvímælalaust undir mannaður. Það var ekki verið að sinna í rauninni mönnun á þessu svæði miðað við síðan álag sem að óx. En á sama tíma að þá kom þessi gagnrýni frá lögreglustjórunum einhvern veginn að hættan væri sko ekki vegna ákvarðana stjórnvalda að sinna ekki mönnun og gæðum þar, heldur vegna þess að vandinn væri að koma utan að og var verið að kenna röngum aðilum þarna Þarna var þetta ábyrgð stjórnvalda en ekki í rauninni þessi hræðsluáróður að það væri einhver svo rosalega ógn af fólki sem var að koma erlendis frá. Ég skilði þið ekki alveg. En er ekki áherslurnar bara, þú veist, ég horfa oft á þetta bara, mér finnst áherslurnar í því sem fólk að segja í kringum þessi mál þeir bara beina þessu, ég vil bara minnast á eitt. Það er ekkert langt síðan að það var verið að reyna að grípa fólk með spægipilsur að koma inn í landið, þú veist, í alvörunni. Það er ekkert langt síðan að þú veist, þeir hættu að vera með tollarana þarna sem voru bara í full-time jobber en að grípa einhverja Íslendinga með ekstra rauðinsflösku eða spægipilsu. Áherslurnar finnst mér alltaf vera svo skrýtnar í því hvar þeir vilja beita mannaflanum í hverju sinni. Þannig að þú veist, það er ekki bara mannaflinn, það er bara heldur hvernig voru áherslurnar og hvar voru þeir að einbeita sér. Mér var sagt, ég þekki þetta vera eins og oft þá var manni bara sagt eitthvað. Mér var sagt að sko Úlfar Lúðvíksson, ég nefndi hann ekki náðan, lögreglustjóri, hann hefði einmitt aukið mjög hörkun á landamærunum. Það verið miklu fleiri sem bara kæmust ekki til landið, verið settir í gæsluvarðhald, vísað burt. Það hefði bara breyst alveg tónninn þegar hann kom. Og ég fór að reyna að skoða þetta og það er margt flókið á bakvið það hversu margir koma sem flóttamenn inn og hverju margir fara að skrá hjá Útlendingastofnun. Það getur verið alls konar ástæði fyrir því. En þessi kenning gæti alveg staðið, það dró mjög úr hingakomu flóttafólks á svona eigin vegum. Það var náttúrulega ekki dreifð flóttafólki frá Úkraínu og svona skipulagðum málum. En mér var sagt þetta, hann hefði bara sett svona annan tón í þetta, það væri bara til það erfitt að komast inn í landið. Já, það fjöldi fólks verið stoppaður landamærunum sem að ósekju líka, auðvitað bæði og maður finnur þetta alveg ef maður er að fljúga til Íslands frá löndum sem eru svona Ítalía, Búdapest, Tyrkland, að þá mætir maður, og jafnvel víðar, Frakkland, þá mætir maður sko mætir manni í landganginum, 3-4 lögreglumenn
sem eru bara skoðaða vegabréf, bara inn í landganginum. Þannig að þetta er auðvitað nýtt. Þetta er ekki 10 ára dæmi, sko. Þetta er bara síðustu 2-3 árum sem þetta hefur gjörbreyst hvað þetta var. Og það var líka komið aðeins svo margir sem hafa verið að koma inn bara sem hafa búið mjög lengi en eru ekki bleiknefja og eru stoppaðir og geymdir í fangaklefa í sólarhringa meðan það verið að þú veist, faktekka alltaf því að tölvukerfið er ekki uppfært nógu reglulega og veit ég bara nokkra, þú veist, feður íslenskra barna og maka Íslandinga og sem hafa búið í áratug eða eitthvað sem að ég fengi neyðarkall bara hvað getum við gert, það er búið að Nei, þið vitið, þannig að þetta er alveg þannig. Það er mjög upplýsandi þegar að maður heyrir orðin, sko, að það sé verður nú að stöðva sem sagt innkomu brotamanna. Og þá klórar maður sér í hausnum og veltir í fyrir sér, er þetta fólk sem er undir rannsókn annars staðar, hefur það, er það eftirlýst eða er það bara grunað mögulegt brot einhvern tímann í framtíðinni? Þetta er, maður fær þá tilfinninguna að það sé þarna undirliggjandi að þetta sé grunur mögulegt brot. Eða brotamenn, ég meina, og það er það sem er verið að tala í sambandi við þessar farþegaupplýsingar og mér finnst það alveg valid. Mér finnst það bara allt í lagi að lögregluyfirvöld fái upplýsingar til þess að það sé hægt að flagga. Ég meina, það getur verið að viðkomandi sé mögulega í farbanni í öðru ríki. Algjörlega. Og þess að spyr maður hvers konar, er þetta brotamaður sem að hefur lokið afplánun, skilurðu? Bara öll flóran. Ég veit það, en þú veist, vandinn við þetta er eins og að það hljómar oft eins og það sé verið að reyna að stöðva fólk sem að kannski er á sakaskrá einhvers staðar, en hefur lokið kannski afplánun og hefur En niðurstaðan verður náttúrulega svo að þeir sem líti út fyrir að vera frá Mið-Austurlöndum eða Norður-Afríku, þeir eru teknir út úr. Þetta er bara þetta búið að vera ástand til frá 2001. Því þekki það bara á flugvöllum að það er alltaf verið að pikka og tveir ungir menn frá Mið-Austurlöndum að ferða saman. Þeir eru bara linnulaus líkamsleit á þeim eða alltaf að fara að hringja í kringum höllin. Og þannig verður þetta náttúrulega. Þetta fólk er að gera þarna í landganginum. Það er að pikka út fólk sem er frá löndum sem að lögreglan eða lögreglustjórinn eða einhver stemming í samfélaginu telur þessi líklegri til afbrota heldur en annað fólk. Mér finnst þetta að skipta máli, sko. Ef einhver hefur verið brotamaður, hefur lokið afplánun og er bara búin með sín, búin að klára sitt. Þetta á ekki að vera issue. Mér finnst alltaf verið að vera að búa til eitthvað svona issue til þess að ég myndi að keyra þetta á einhverjum. Ég meina, ég var í sjokki þegar ég sjá Ingu Sæland og bara skrifaði henni til Alþingis og bara mótmælti hennar orðræði. Þú veist, sem er bara full af þessum aftur verið að endurtaka upplýsingum sem er ekki faktúal. Þú veist, og þetta er bara ábyrgðarleysi. Þú veist, að vera, þú ert ráðherra og ferði upp í pontu og heldur í fram að segja óframdar ástand á landamærum. Þú veist, og svo ferði að skoða og rýna í tölurnar varðandi flóttafólk, hún var sérstaklega að tala hælisleitendur og þá kemur þetta. Það stendur ekki steinn yfir stein yfir því sem hún er að vísi. Og þú veist, af hverju erum við alltaf þetta lista og þetta á bara að vera frekar straight forward, skilur við. Já, við eigum að stoppa fólk sem klárlega er í farbanni eða er búið að flagga sem eitthvað bla bla, ég veit ekki, það hlýtur að einhver kritería, eftirlýstur eitthvað og málið dögt, þetta er bara non-issue, sko. Bara til að leiðrétta þá er ég ekki að tala að það sé eðlilegt að einhver sem hafi einhver tíma hlotið dóm fyrir eitthvað eigi ekki að fá að ferðast hingað ef að viðkomandi hefur yfirleitt fararheimild. Ég var ekki að tala um það. Ég var bara að tala um... Ég vildi hafa það á hreinu, sko, af því að það er þannig tónninn sem maður heyrir oft. Það er undirliggjandi að þetta sé fólk sem er mögulega að fara fram í brot. Já, en oft er það bara tónninn af því að er ekki með svoleiðis, ég er held nefnilega Bandaríkin bara áskilur sér rétt um það að geta neitað. Það er enda nýja kerfi líka í Evrópu. Þið geta bara sagt nei. Já, en það er nýja kerfið í Evrópu sem við erum búin að leyfa og er verið að taka í gagni núna held ég 26 eða 7 innan Schengen að þá fyllir út sömu kríteríu og þú gerir þegar þú ert að sækja ESTA til Bandaríkjanna. Þá lætur við vita að þú hefur... Já, það er það ekki. Það er fólk sem er með 30 ára gamalt mál á bakinu. Kemst ekki inn til Bandaríkjanna. Það fylgnist ekki. Það var hérna í gömlu daga smárið þegar við vorum á DFF að þá var Jóhann Hjartarson að fara að tefla við Costnoy í St. John í Kanada og Sigurður Sigurðsson sem hafði verið blaðamaður á Þjóðvílunum, hann átti að fara út, sko.
og fylgjast með þessu. En hann var að fljúga til Bandaríkjanna, sko millilenda þar. Og hann fekk ekki vegabréfsáritun að hann vinna á Þjóðvilju. Já, einmitt. Já, og þá hringdi hann í Steingrim Hermannsson sem þá var utanríkisráðherra. Hvað er millir Svo eftir smástund var hringt frá sendiráðinu og sagt þetta væri klárt. En það var svona, þetta er ekkert svo ígjamörg á sen, þú veit ekki að fara aftur þangað. Það er ennþá verið að spyrja þessi atriði með sko, kommunisma og nasisma og svo framvegis að ferða ávísun til Bandaríkjanna sko. Ég var sætt í 2 tíma í Bandaríkjunum á meðan var verið að vetta mig sko því að ég fæ ekki ESTA út af löndunum sem ég er búin að vera að ferðast til og mann liður bara eins og glæpamann náttúrulega og mér fannst þetta mjög skemmtileg reynsla að sitja bara innan annað fólk og þú veist frá klárlega þessum löndum og og ég var rosalega nervus þegar ég var að ferðast til Bandaríkjanna bara nýlega og þetta hugsið ykkur að sko maður er að fara til Bandaríkjanna og ég var alveg bara spá á ég að eyða Facebook af símanum mínum á ég hugsið ykkur hræðslan sem var sko áskilja sér rétt til þess að taka með síman og þú eru að opna hann og sína þeim þannig að ég var mjög nervus en svo náttúrulega bara var með flaggaði gegn og ekkert mál og hann sagði alveg bara no ma'am, Homeland Security is not after you this time húslega fyndið og maður eitthvað svona já, þakka fyrir en þetta er bara í hvað heim erum við komin sko. Þetta reynir fólki ekki tekið afsíð svona sko En umræðan í tengslu við svona þessa innkomu Úlfars inn í umræðina. Hann fór í spursmál hjá Stefán Einari á Mogganum og þegar ég vaknaði í morgun þá var fréttin á Mogganum segir böðul ganga lausan í Grundarfirði. Já. Það kemur eiginlega ekkert landamæraeftirlitinu við. Þetta er maður sem var dæmdur fyrir morð hér í Rauðagerði og er erlendur ríkisborgari og mun sita af sér helminginn af tímanum og verður svo vísað á landi held ég. Og hann er á Kvíabryggju og er þar landi með dagleyfi til þess að fara í messu í Grundarfirði. Búin að afplána 4 ári eða ekki eitthvað? Já. En ég er bara að velta fyrir mér þessari sko stemningu Þetta er stemningin. Hún er svo rókjörn að hún ríkur strax upp í einhverju tilfinningu að ég er bara að vera rosalega óöruggur á Grundarfirði af því að þessi lögreglustjóri er ekki ennþá að vinna í Keflavík. Það heldur svona fréttir svo var fyrir mörgum ára sko Svertiki og Súgandafirði eða hvað það var sko. Já, en það var bara spilum við fótbolta. Þetta var svolítið góð setning hjá Smári. Ég var að verða óbúslega hræddur á Grundarfirði því að einhver lögreglustjóri er ekki lengur að vinna sem lögreglustjóri í Keflavík. En það er bara þannig. Og sjáu þið einhvern veginn hvað þetta er bjagað. En hann er að segja að það er verið að brjóta á öryggi okkar sem borgara með því að hann fá ekki þetta nýja starf. Já, sem að við en honum var samt boðið annað, ég heyrði þetta minnast á það. Austurlandi. Og sækja náttúrulega um nýtt starf. Og sækja þetta nýja starf, já. En svo er það líka, því að ég er að breyta upp á þessu, að þetta er tekið undir þetta í pólitíkinni. Ef hann væri bara að segja þetta, en ég menna hann fær hátíðarviðtal hjá Stefán Einar sem deilir náttúrulega hans skoðunum ég held að Stefán Einar hafi sko sagt að þetta er aldrei að taka á móti flóttafólki frá Palestínu. Og hann var með einhverja fréttaflutninga því að það væri sko hryðjuverkamaður laus á Akureyri minnið ekki eftir því sem aldrei náðist almennilega hvað átt að vera á bakvið. Þannig að sko þetta er svolítið eldfim umræða og menn að ganga Bænsibrú. Það er stanslaus tilraun til þess að ýta þessu áfram, þessari andúð. Og þú veist þetta er, og ég bara, maður fylgist með þessu, maður sér hvaða karakter þetta er sömu aðilarnir sem eru stanslaust að ýta þessu áfram. En vandinn er hvað margir pikka þetta upp. Já, og vandinn er hvað margir ákveða að segja ekkert. Varðandi þessu umræðu. Af því þeir vilja ekki missa atkvæðin til dæmis. Nákvæmlega. 2017 þá sagði Áslaug Arna að það væri ekki skandal, það væri eitthvað ömurlegt að vera í þingflokki með manni eins og Ásmundi Friðriksssyni sem var þá að ala á útlendingaandúð. Í ræðu, eldhúsdegi eða stefnuræðu var hún komin á nákvæmlega sama stað bara 4 mánuðum seinna. Bara með sömu ræðu. Bara algjörlega með sömu ræðu og Ásmundur hafði verið með þarna nokkrum árum áður. Það var bara komið það er bara búið að normalisera þetta hatur. Það er bara fullt af fólki sem að finna fyrir okkur með einasta degi í vinnunni eða skólanum eða hvað sem er. Mér finnst gagnrýnin mjög áhugaverð núna sem hefur verið hérna á
ráðuneytisstjóra og ég veit ekki hvað og hvað af því að ég var í fjárlaganefnd og þá fáum við alltaf til okkar eru tillögur ráðuneytanna fjárveitingar til þess að mynda sinna landamæragæslu og ýmislegt svoleiðis. Þá heyrðist ekki píp í þessum lögreglustjórum. Það kom aldrei, þetta er langt frá því að vera nóg. Hvar voru raddirnar þá? Því að við fengum ítrekað á tilfinninguna og tiltölulega bara opin, sagt innan nefndar að þau var einfaldlega að banna það. Að tala ástæðan fyrir að stofnanir mættu ekki senda umsagnir til opinberlega eða til Alþingis fjárveitingar tillögurnar sínar. Við lentum í því að það var verið til dæmis, það verið landhelgisgæslan frekar fangelsismálastofnun líklega, að fangelsismálastofnun gerir tillögu rekstur til ráðuneytisins og það er fram og tilbaka verið að segja þið fá bara svona mikið pening en þeir segja á móti við þurfum svona mikið pening til að geta sinnt lögunum og lokum kemur tillagan til þingsins. Þá spyr ég, er þetta nóg til að sinna lögbundnum verkefnum? Og fangelsismálastjóri segir nei, það er það ekki. Og þá velti ég fyrir mér, hver ber ábyrgð á því að leggja fram fjárlög sem að uppfylla allavega þær lagakröfur sem hafa verið settar. Og þegar maður biður samskiptin, hvað, af því að fékk það viðurkennt í rauninni að fangelsismálastofnun hefði ekki sendt fjármálaáætlun til ráðuneytisins sem að dugði mér þess að fyrir lögbundnum verkefnum okkur. Og þegar við báðum dómsmálaráðuneytið þessi samskipti, þá sögðu bara að vera trúnaðarmál. Sem er náttúrulega bara þaður við fjárlaganefnd. Fyrir utan það að greiningin á þessum málum er þannig að það er svo mikil áhersla, bara til dæmis í lögreglunni, að horfa á þessa opna uppbyggingu í lögreglunni og áherslunar. Aftur kem ég að þessu. Greiningin í kringum þetta er alltaf út frá einhverju svona mjög herlægu sjónarhorni, þú veist. Í staðin fyrir að skoða samfélagið út frá einhverjum öðrum punkti, velferð borgarna og þannig að þú veist, það sem að mér finnst þegar ég horfi svona, og nú ætlum ég að taka fram að ég hef ekki unnið í lögreglunni, ég þekki sem mál ekki í details, en það sem ég sé svona opinberlega er að þú veist, það er hægt að beita lögreglunni þannig að þetta sé miklu meiri samfélagslögregla vegna þess að þannig færðu intelligence, þú með því að vinna inn í samfélaginu, með því að vinna, þú veist, uppi í Breiðholti, með unglingunum, þar átt að vera að setja allt effort. Þetta er aðferðafræðin við gengjamyndun. Já, íslenska aðferðin er einhvern veginn orðin svona, þú veist, við verðum bara að þeir verða bara að fá meiri byssur og það er alltaf response frekar en prevention, afsakið stafnum. Þetta var lögreglustöð í Breiðholti og ég minnst að þekki mann sem vann þar og þeir voru að tala um úlingana, keinuhverfið og sem sagt krakkarnir vissu hvað þeir hétu og þorðu að tala við þá. Og Heiðistorgi og við í bæ. Já. Það var bara lögustöðar út allt. En Björn er að benda á að það er bannað að tala um niðurskurð og vangetu stofnana til þess að sinna sínu hlutverki. Og við vitum alltaf að fangelsismálin eru í algjöru óefni, það eru biðröðir, langar biðröðir að komast í fangelsi og það er brotið gegn mörgu fólki út af vangetu fangelsisyfirvalda. Við vitum það sama á við lögregluna, við vitum það sama á við aðstöðu fyrir fólk með geðræna vanda sem hefur brotið af sér og eitthvað fleira og svo fáum við fréttir af því það sem kemur í fram veikleikar kerfisins, að það eru afbrot framinn og eitthvað fleira sem þetta getum við aldrei sagt að hefði verið að koma í veg fyrir það, en það kemur svona það er svona einhverjar ástæður fyrir að staðin er svona, að þá erum við ekki að ræða það þetta sé afleiðing niðurskurðarstefnu til áratuga, heldur við að fara að tala að við verðum að stoppa það að fólk komi til landsins. Þetta er svona hvernig ætlum við að komast að einhverju niðurstöðu í þessu samfélagi ef umræðin er alltaf eitthvað allt annað en hún á að vera. Og ef við fáum ekki líka samkvæmt lögum eða fjárveitingar samkvæmt þeim lögum sem eru í gildi, allir sem hafa komið til á Litla-Hraun til dæmis að skoða, sjá að þetta er ekki starfhæft sem fangelsi eða rauninni nokkuð annað. Það er bara húsnæðið og aðstæðan er þarna á þann hátt að ég skil ekki að heilbrigðisyfirvöld eða eftirlit segi ekki bara þetta er ekki hægt að vinna hérna. Hvorki starfsfólki né föngum er ekki bjóðandi á að vera á þessum stað. En einhverja hluta vegna að þá ég skil ekki. Verður undan þáum bara, örgulega endalaust. Já, ég skil ekki hvernig
heilbrigðiseftirlit kemst upp með það að kvitta ekki upp á að þetta sé ónótæft. Því að sko skúrin sem unnið þarna í til dæmis varðandi flokkun á úrgangi sem eftir einhvern stórfurðulegum samningi við einhver einkafyrirtæki sem að rauninni fær þá sko bara fanga sem sagt vinnuafl á fáránlegum launum til þess að rauninni sinna ákveðinu verkefni í flokkun á málmum og svo framvegis. Bara svo í Ameríku. Já. Og þau fá síðan sko flokkað úrganginn sem að geta notað áfram í sinn business. Þessi skúr að niður sko nýðslu komin. Ótrúlegt að sko. Fangarnir verður bara kannski 200 kall á tíman eða eitthvað. 400 eitthvað sliðis og hektavinn einhver 4 tíma. En má ég spyrja þig, af því þú ert sérfræðingur? Já, svona. Nei, mér langar að vita, sko, einhver samfélagsþjónusta hjá sérstaklega fólki sem og ég meina, er verið að investira eitthvað, eða er verið að setja peninga líka þar? Þess að svo fólk þurfi ekki að vera potaði öll inn í fangilsi. Það reyndar, ég ræddi við hann Guðmund Inga Þóroddsson, formann Afstöðu, ýmsar hlíðar af svona fangilsmálum og hann nefndi að það væri, það vantaði eiginlega samfélagsþjónustuna, vantaði kannski hvatningu fyrirtækja stofnanum að taka fanga og það væri og það þyrfti svolítið átakið því það væri miklu fleiri sem að gætur að fara í samfélagsþjónustu að hans mati heldur en að njóta þess í dag ef við viljum orða þannig. En svo reyndar eru aðrar hliðar á þessar samfélagsþjónustu. Í fyrsta lagi að þá það þannig að við ákvaðum að útvíkka það þannig að allir sem eru með dóma allt að 2 árum sem ekki hafa fengið ofbeldisdóma geta farið í samfélagsþjónustu og það var bara lengt, þetta var alltaf ár sko af því að það er svo mikil skortur á úrræðum, það er ekki pláss í fangelsunum þannig að það var ákveðið að lengja þetta upp í 2 ár og í staðinn fyrir að þetta sé dómari sem taki ákvörðun þetta að dæma fólk í samfélagsþjónustu að þá er það hjá fangelsmálayfirvöldum að ákveða hverjir fá að fara í samfélagsþjónustu og hverjir ekki hvaða úrræði og hvernig og hvaða langt og allt það sem í rauninni mjög ógagnsætt kerfi og bara myndi ég segja að væri alls ekki gott sko af því að þetta riðlar líka bara svona réttarvitund fólks og jurisprudens bara það það sko þetta er ekki gott sko mér var sagt að þetta hefði leitt til þess að dómarar væri að fara yfir mörkin vegna þess að þeir væru að meta sig svo að þeir ætla ekki að dæma þig í samfélagsþjónustu heldur í fangelsisvist þá bæta þarna við viku eða eitthvað, ég veit ekki hvort það sé svo þeir reyna að komast yfir mörkin þannig að dómur þeirra standi og fangelsisvöld hafi ekki val að setja fólk í samfélagsþjónustu. Ekki eingöngu, en ég meina oft ég veit ekki hvort þetta sé satt sko. Þetta getur mjög vel verið af því að sko ég meina við erum ekkert sérstaklega refsiglöð. Við erum það ekki, við erum ekki að setja fólk bak við lás og slá í áratugi og við erum með sko mjög mikla slökun eftir að afplánunin er hafin, hvað fólk er inni lengi í fangelsi og svona, sem er gott af því að við erum auðvitað að vonast þess að vera einhver betrun og hver dagur í frelsissviptingu er mjög íþyngjandi. En þú veist, það verður samt að hugsa þennan forvarnar þátt að þú getur ekki gengið hér og brotið að þér ítrekað og þú ferð aldrei í fangelsi, þú ert aldrei tekjur úr umferð bara, af því það er líka forvarnar þáttur og svo er það líka þessi réttlætisvitund bara brotaþola, þú veist, hvernig má það vera lífið mitt er ónýtt eða ekki ónýtt, heldur bara laskað og ég þarf að eyða áratugum í að byggja mig upp og sá sem að fremur glæpin á mér þarf aldrei að borga krónu af því það er bótasjóður sem að borgar peningin ríkissjóður þar að segja og skattgreiðendur og þú lappar bara áfram og heldur áfram að brjóta af þér sko. Þú veist, þetta skekkir bara þú veist, þessa svona samfélagsvitund sko. Við þurfum einhvern veginn að pæla í þessu aftur. Annars kannski að vilja fara til eins og hjá Bandaríkjunum. Nei, bara enga veginn. Fjölskylda þolandan situr og horfir á aftökuna. Nei, alls ekki og ég vil ekki lengja dóma. En við þurfum að gera þetta þannig að þetta sé aðhald, að það sé forvörn. Og tækifæri til betrunar. Þetta er correction, ekki imprison, þú veist. Það er að segja, sko fyrir mörgum árum síðan, þá talaði ég við mann sem að rafvirki og hann hafði brotið eitthvað að sér og fekk eitthvað svona dóm og það var í samfélagsþjónustu. Og þá var hann svona öryrkjum hann í hátúrunni og svo að skipta tengla og gera eitt og þetta.
og hann sagði sko, nú ég búinn með þessa samfélagsþjónustu, ég búinn óska eftir að fá að halda áfram. Hann sagði þetta skemmtilega sem ég gert í lífinu. Það er bara það er gott. Að einhvern veginn kynnast því samfélagi sem bara hér vil ég vera. Aldrei kynnst eins þakkláttu fólki. En það er bara frábært. Og fólki sem hann kom heim til að laga stungur og skiptum perur og svona. En það er fullt af fólki sem hefur einmitt náð að snúa við blaðinu í því að vera og hitta fólk í alls konar aðstæðum. Það er bara frábært. Það er bara gott. En Gunnar Smári, bróðir, við ræddum ekkert fundin hér í gær. Við ætlum að tala um hann núna, aðalfund sósíalista. Nei, þú varst þar og Helen. Ég var þarna. Já, ég veit að en þú varst nú í fórustu. Ég var eiginlega að fara úr fórustu. Það eru svona sólarlagsákvæði í flokknum. Þannig ég var búinn að vera formaður framkvæmdastjórnar í 8 ár og það var ljóst að það yrði eitthvað breyting þar á. Þannig að ég ætlaði nú ekki að... En varst í framboði? Já, ég ætlaði ekki að bjóða mig fram, sko, fannst það bara... En þú varst í framboði? Já, ég var beðinn um það, sko. Já, þú varst beðinn, þú ert þolandi, greinilega. Nei, þú ert mjög mikill þolandi hérna. Nei, þetta, Sorry, ég er að gera greið. Ég er mjög aðþinni persónu í þessu mál. Já. Það er alveg bara... Þannig það. Það var svolítið svona herferð sem var byggð á svona hvað er þetta, svona smérkampæn eins og heitir í Ameríku. En það var sem sagt, Sósíalistaflokkurinn er svona eins og almennt félag og það gerist oft að það kemur bara nýr hópur og tekur yfir félög og það gerðist í gær. Og félög eru svona varin fyrir þessu sem sitja inn í reglurnar einhvern veginn til þess að verjast þessu, að þetta sé hægt, ég veit ekki af hverju. Ég var eins og við formaður í SAH að það er kosið bara þriðjungur af stjórninni hverju sinni og kosið svona stór stjórn og það er svona gert ýmislegt til þess að verði ekki svona árás á félagið eins og þetta er kallað og ég meina það er ekkert neikvætt í þessu að vera að tala um hallabyltingu, þetta er kallað það þegar kemur svona tiltekinn hópur og nær völdum og þeir náðu að skipuleggja sig og náðu völdum. Ég hef svona, þetta kom mér ekkert neitt rosalega óvart, ég svona fann þetta vera að gerast og ég var reynd að hafa svona orð á því að ef einhver vildi sko að halda Sósíalistaflokknum eins og hann var eða þú veist, svona í anda þess sem hafi verið, þannig að þessi hópur sem er að koma inn núna hefur haft orðum að vilja breyta ýmsu í skipulagi hans og breyta því hvernig stefnan er valinn og þó að kannski eftir að koma í ljós sko hvað verður ofan á, því að það er kannski fólk saman sem að vill alls konar breytingar, en núna er þau komið með þetta er eins og að detta úr stjórnarandstöðu yfir í stjórn, það oft breytist svona tónninn og nú þurfa þau að raða þessu saman og vera með búið til eitthvað flokk úr þessu. En þau komið fram og vilja svona breyttan flokk, þannig ég býst við að það verði, þetta er ekki nýja samfélkingin, það verði svona nýji Sósíalistaflokkurinn sem kemur núna og þá bara þau komið ljós hvað það er. Ekki þessi rennin í alþýðisfylkingu? Nei, það voru þarna... Hann var blístrað allan fundin, hann var svo glaður. Það var Valdi... Já, var hann mættur? Hann er í stjórn og líka... Lengi vonu einu. Fólk er hann af ýmsum ástæðum, regna ég með. Og mér finnst það bara að koma í ljós að því það er eitt að ná svona flokki og svo er spurning hvað er flokkur. Fólk heldur stundum að það sé búin að ná einhverju en flokkurinn er náttúrulega fólki sem er í honum og svona hefð og barátta og sömuleyti er sko Sósíalistaflokkurinn ekki öll hinn sósíalíska barátta, þannig að hún mun halda áfram og það er bara ekki eftir að koma í ljós hvernig nýri fórustuteksta svona, hvað heitir það, sigla á þeirri báru. Helgi, hvernig fannst þér það? Hvar á ég að byrja? Já, á byrjuninni, ef þú getur. Nei, sko, málega ég er náttúrulega tiltölulega nýr flokks. Ég fór sérst inn í Sósíalistaflokkin bara síðasta ári. Og en ég fer inn í þennan flokk, sérst áður en við vissum að eru alþingiskosningar notabenni. En ég fer inn í þennan flokk af því að ég svona er hrifin af því sem Sanna er að gera í borginni og mér leist vel á stefnumálin og ég hef verið að kjósa Pírata og þú veist, þetta er bara, þú veist, maður tekur þessa pólitísku könnun og maður finnur sig á þessum ás og þú veist, ég gat ekki kosið VG, það var alveg klárt mál, ég manna VG var bara búið að eyðileggja að vera þarna, þú veist, í þessu daðri við Sjálfstæðisflokkinn öll þessi ár. Bara, þú veist, það var ekki séns. Píratar, þú veist, ég var búin að kjósa ykkur og alltaf verið mjög hrifin af Píratum, en ég ákvað bara, ok, Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig ég var ný og ég var ekki í þessum fylkingum sem voru þá klárlega að myndast. En ég sá það bara svona á síðustu missurum og jafnvel í kosningabaráttunni að það voru bara það var hugmyndafræði í flokknum sem mér fannst ekki endilega passa, sko. Þú veist, það er bara 2 hópar
og það þessi aggressífi sko byltingahópurinn sko, Che-Guevara hópurinn og svo það svona meiri moderate sósíalistar sem kannski meira svo Sanna sem bara fókusera á það sem hún þarf að gera í borginni og svona og mér finnst þessi hópur ekki eiga neitt sameiginlegt. Þetta fyrirgefið sko. Ég vil taka fram að við báðum sönnum að koma og Sæþór Benjamin Randalsson sem nýr formaður framkvæmdastjórnar en hann svaraði ekki en Sanna eins og hún hefur sagt held ég á Facebook ætla að taka sér einhverja klukkutíma í að hugsa sinn gang. Já, einmitt. Af því að hún var ein í kjöri sem pólitísku leiðtogi og svo svona ýmsar breytingar sem voru samþykktar þannig að raunverulega pólitískar ákvarðanir eru líka fluttar yfir í aðrar stjórnir og eitthvað svona þannig að Já, en svo kom fyrir áður en að fundurinn hófst að þá var klárt í hvað stemdi og þá var allt í einu þessi byltingahópur búin að bara birta lista af fólki og fullt af fólki sem þetta náttúrulega ekki neitt en það náttúrulega líka því ég kannski ekki mjög virki í flóstarinu en þarna voru bara skýr fyrirmæli og ekki voru bara fyrirmælin skýr fyrir fundin heldur var þessi listi bara hér það sem þú átt að kjósa og ég bara sammála bæði Guðmundur Hafni og Davíð Þór sem báður tjáðu sig málið og sögðu bara þetta ekki lýðræðislegt og það þess vegna sem ég fannst jú, það allt til að smala saman fólki okkur svona en það var ein stúlka sem hafði verið að bjóða sig fram tilheyrir í rauninni engri fylkingu og henni fannst þetta náttúrulega svolítið illa verið að koma fram við sig ég persónulega fór og aksuált las hverju voru í frambúði ég var ekki í neitt fylkingu og Sanna spyr mig má ég mæla með þér, ég að spája að kjósa þig en síðan var ég sjálfkjörinn bara sem einhver varamaður, skiptir ekki máli en eftir fundin, mér fannst þetta eitthvað svo mér leið stundum eins og ég væri svona þetta væri bara eitthvað og ég ætla ekki að tala niður þetta mál en þessi hópur kom þarna það var bara rosa mikið klappað alltaf og það var bara verið að setja sig á móti eins og þetta það var að skipta ritara, það var að skipta fundastjóra þetta byrjaði bara með þessum krafti þetta bara byrjaði strax og þannig að það var engin þetta var bara verið að búa til þessa sundrungu strax og skilabóðum verið skýr þannig að mér fannst persónlega svona ég kann ekki alveg við þessar aðfæri, hvernig þessi hópur hefur stillt þessu svona upp ég ekki sátt við það, þannig ég sagði mig frá þessu jobbi og að því mér fannst aðferðafræðin ekki smart og þar stend ég bara með eins og ég segi, Davíð Þór og Guðmundur Hafn þeir komu sér mjög vel frá sér í sínu skilabóðum þar sem að eins og Davíð Þór sagði þetta lýðræðislegt að skipa fólki fyrir hvað það eigi að kjósa þú ert ekki að kjósa samkvæmt sannfæringunni en fólk bara hefur sína skoðanir á þessu ég held að þetta hefur bara verið nauðsynleg klofning sem var sem var bara ég held að það sé fínt að sé samhent hópur sem að stýri flokknum af því að það hafði verið svona stjórnundar voru eiginlega óstarfhæfar út af ágreiningi og það var komin í eitthvað svona öngstræti og þannig var það bara þannig að að þetta er persónukjör að þá myndum við halda að vera bara alls konar fólk sem kæmi í stjórninnar en það var bara, fannst mér svona vanta svona hvert ætti flokkurinn að fara af því að þegar svona ágreiningur að þá oft þannig að sé bara allir með neitunarvald og það bara gerist ekkert þannig að sömuleyti rýfur þetta einhverja kyrstöðu og ég hef svolítið eftir að valda alls konar pælingum hvað gerist svona vinstra megin í stjórnmálunum vinstra megin við samfélkinguna og ég bara Þú ert bara bjassinn. Já, ég bara strax eftir fundin og upplifði einhvern veginn að þetta allt bara til heilla. Bara léttir fyrir þig. Já, svo það náttúrulega, ég veit ekki hvort þessi laus, því að það náttúrulega búið að vera svolítið, þetta búið að vera frekar leiðilegt, en einhvern tíma inn í því. Já, og fyrir okkur hina hlusta á þetta allt saman líka Alveg. En svona rifvildi, opinbert rifvildi út á við, ég held að Píratar hafi líka náttúrulega, upplifað þetta. Þeir eru eiginlega Íslandsmeistararnir í þessu. Já, mér fannst nú eiginlega sósíalistaflokkurinn vera fann að skáka. Já, náðu metri í gær. Já, ég meina svona opinbert rifvildi. En ykkur hinu, hvernig komum þetta ykkur fyrir sjónir? Þegar allt kemur til alls þá ber fólk ábyrgð á sínu atkvæði, þannig að atkvæði greiðslu skjöl er ekkert óeðlileg sem slík. Það rauninni svona kosningabæklingur, bara þetta er frambóðið, svo ber fólk bara ábyrgð á því hvort það greiði atkvæði á einn eða annan hátt, hvort það fylgi í atkvæði greiðsluskjölinu sem. En áður að kjósta samt. Já, það getur vel ástæður hvert við þessu. Þetta verður notað út allt og þetta er náttúrulega bara svona yfirtaka. Ég held að þeir sem viljað ekki svona yfirtöku, þú veist, hallabildinga hvað að kalla, ég ítrekka þetta er ekki neikvætt orð, þetta er bara þau sem hafa verið notuð.
að vandinn kannski sá og það við lentum svolítið sem við vorum í stjórnflokksins, við vorum að reyna að kalla eftir svona viðhorfum almennra flokksmanna og allar þær kannanir bentu til þess að þessi hópur sem að var að gagnrýna flokkin væri miklu minnihluta. En það oft þannig í slíku félögum og það það sá sem svona meira og minna ánægður með stöðuna að hvati hans til þess að mæta á aðalfund í talningum einhvern veginn sem verið að kjósa hverju verið að fundaritari og svona einhver svona hiti og svona ekki sérlega mikill og ég ætla ekki að segja að ég sé umboðsmaður ógreiddra atkvæða en við vorum í alvörun að reyna að kalla eftir því þegar það kemur fram í sig gagnrýni hvort að hún sé almenn með flokksmanna hvort að við þó að breyta kúrs með einhverjum hætti og við gátum aldrei fundið það sko. En þetta voru 200 og eitthvað 175 atkvæði sem að raunverulega breyta flokknum. Já, af 3000 og eitthvað flokks. Hvað margir í flokknum? 3000 kannski. Þetta mjög athyglisvert svona í bara almenna pólitíska landslæginu hérna á Íslandi. Hvernig flokkapólitíkin Annars vegar það hvernig flokksstarfið og hvernig valið sko árunni lista til þá kosningasveitarstjórna eða alþingis og svo framvegis sem þá fólk sem á árunni höfða til almennra kjósenda. Og þannig eru flokksmenn þá að reyna að velja og hafna og þess áttar, bara hverjir geta fengið almennt traust og stuðning hjá fólki sem ekki virt innan flokksins. Og svo fá þessir fulltrúar sem í framboði sitt umboð frá almennum kjósendum og þá uppast oft mjög svona áhugaverð togstreita á milli rauninni umboð sem að kjörnir fulltrúar hafa gagnvart almenningi og gagnvart því trausti sem við fengum frá flokksmönnum og hversu mikið á sko flokkurinn að stjórna rauninni störfum fulltrúa, kjörinna fulltrúa versus rauninni almenningur og það var alltaf mjög áhugaverð togstreita það hver væri að ráða því hvað þingmenn væri að gera. Eru það almennir flokksmenn sem að samþykja eitthvað í atkvæðagreiðslukerfinu hjá okkur til dæmis eða þetta einhvað stærra samtal? Þannig að mér finnst þetta mjög spes svona og gerir pínu svona fylgjandi því að það sé meira einstaklingskjör í almennum kosningum. Til þess aðeins að rjúfa sko, eða færa kannski ábyrgðar svona samskiptin meira á milli kjörinna fulltrúa almennings heldur endilega sko, að pólitíski flokkurinn hafi þessa ógnarstjórn sem að hún hefur oft haft í mörgum flokkum. En þessi flokkapólitík nefnilega á Íslandi, ég meina þú getur ekki farið fram á Alþingi sem bara independent. Nei. Það finnst mér rosalegt. Fræðilega séð getur það. Já, fræðilega séð en þú getur ekki, þú fer aldrei við 5%, þú veist, þú gætir það, en já, fyrirgeðu, en það ekki. Það eru lista, þetta er listakjör, þannig að þú getur það faktisk ekki. En hérna... Nei, það er ekki. Það er heila vandi. En í borginni? Hver og einn, sem sagt, fulltrúi á lista að fara að fá, sem sagt, atkvæði. Það að merkja X við flokk þýðir að þú merkir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niður listan. Þú færð persónulegt umboð frá kjósendum. Já. En þú þarft að vera á lista. Þú þarft að vera í þessum flokk. Það er það sem ég var að segja. Þetta er listakjör. Og hver stjórnar því hvernig raðið upp á lista ekki fólk sem að kjósa í almennum kosningum heldur flokksfélagar. Ég meina það, þú veist, við hérna getum ekki látið eins og fólk í stjórnmálaflokkum sé ekki kjósendur. Þú veist, fólk í stjórnmálaflokkum eru líka kjósendur. Það er líka fólk sem að kjósa. Stundum auðvitað skráðir meðlimir í stjórnmálaflokkum ekki eins og að kjósa þann flokk sem það skráð í. Sumir eru í mörgum flokkum og allt það. Þannig að hérna, mér finnst einhvern veginn, það var tíma gert rosa lítið úr því eða einhvern veginn svona lítilsvirt það að einhver hefði starfað í stjórnmálaflokki lengi. Það var talað hérna, já þetta liði nú bara uppalið í þessum flokki og það vantar allt nýjabrum og allt þetta. En ég er ekkert endilega sammála því að það sé neikvætt og það til dæmis mjög óvenjulegt bara á Norðurlöndum að þú labbi bara alveg utan á götu og inn í embætti eða inn á þing eða inn í svona að vera kjörinn fulltrúi. Af því að mér finnst líka mikilvægt að það sé einhver saga
og einhver stefna sem að þú þekkir, sem að þú hefur tekið þátt í að móta, að það sé einhver svona, að sé einhverja rætur og að kjósendur getur vita fyrir hvað þú stendur og þess aftar. Þú sért ekki tala alltaf persónukjör eins og við sem húsfélag sem allir hafa sömu hagsmuni, finnst mér eitthvað villandi. Já, þetta er við að leggja einhverja stefnu, við viljum breyta samfélaginu þangað og við myndum hóp í kringu það og kjósum það. En það hins vegar hefur verið, ég ætla aðeins að fá að klára þessa hugsun, þú veist. Ég var bara að skjóta henni svona nefnarskrifa. Ég er bara að segja, ég er bara þarna því að mér finnst einhvern veginn að persónur og leikendur á að skipta minna máli heldur en stefnan. Sammála því. Að við séum að taka sameiginlega ákvörðun það að meirihluti þjóðarinnar vill fá þessa stefnu inn. Varðandi að fundi í gær, hafandi, þú veist, fylgst með kvartauga, þú veist, að þá þetta var líka yfirlýsing frá ótvíræðum pólitískum leiðtoga sósíalista hvað hún ætlaði að kjósa. Og þegar að ótvíræður leiðtogi í stjórnmálahreyfingu gefur út slíkan lista, sem auðvitað ekkert annað en lífseðill, að þá hefur það líka áhrif, vitið. Þá eru það líka ákveðin skilaboð hverjir eru þar og hverjir eru þá hinum megin. Bara því að það er búið að tala svolítið mikið svona lífseðil eins og það hafi bara verið öðrum megin. En sko svona yfirtaka mér, þú veist, ég held að líði ekkert langur tími þangað til að það verður komið klofningur í yfirtekuhópin ef maður að horfa svona sjóðuna sko. Þú veist, það er ekkert líklegt að þetta fólk verði alveg sammála út árið 2025 af því hvað sameinaðist það sem er auðvitað ótrúlega sorglegt af því að við þurfum sterkt vinstri á Íslandi. Það er bara gríðarlega mikilvægt. Við tölum svolítið það og þá er alltaf sem sagt sko vinstri flokkarnir 3 náðu ekki kjöri, VG, sósíalistar og Píratar alltaf flokkar sem vinstri flokkar. Já, það er nú auðvitað tvíbent sko. Hvort að Píratar eru í stundum að það er verið hægri. Í könnunum kosningarannsókninni þá er kjósenda mengi Pírata vinstra megin. Þó svo að forusta Pírata hafi alltaf verið svona hálfuleyti hægra megin. Það er svona... Þetta varðar þá þessi sko málefni sem verið að spyrjum. Píratar eru tvímælalaust dálítið vinstra megin í þeim málefnum sem spurt á þessum ás. En Píratar eru praktískari í rauninni á því leiti að svona bara víðtækara samhengi að gera að í málum almennt séð að þá er það ekki bara ríkisrekstur. Svona frelsið. Það er ekki, en praktískt séð, ekki bara óheft frelsi heldur eftirlit líka með þeim völdum sem að fylgja því frelsi. Fylgja því að geta verið sá sem er sterkastur og bara ráðið öllu. Það verður að hafa einhverja temprun á því. Og þar eru Píratar, það er að tempra báðum megin, það er að tempra ríkisveldið og það er að tempra einkaframtakið og frelsið þar. Þetta þarf að vera jafnvægi. Horfðu þið á torgið á RÚV sem var sendt út frá Grundarfirði? Ég hlustaði á það. Nei. Þetta var mjög... Tölum svolítið það. Þetta var mjög sérstakur þáttur. Þú sá umfyllirina? Bara þið mistuð það miklu, sko. Nei, þetta var mjög sérstakur þáttur. Þarna er sem sagt veiðigjöldin og Eyrún Lind og Daði Már. Já. Klippunar þar úr. Já, ég sá bara umtalið og svo ekki upp í Grundarfirði og salurinn meir og minna ansnúin tillögu ríkisstjórnarinnar. Já, eiginlega allir bara. Daði í svona óvildar hópi. Já, og þegar að þau sögðu stjórnendurnir réttið upp hönd sem eru sem sagt á móti þessari áætlun og það er rétt allir upp hönd, þá segir hann svona við stjórnenduna, allir Daði sko, allir þið rétt upp hönd líka að því að þau dróðu svo upp og slega. Mér fannst það nefnilega að þau gera alvarleg mistökarna vegna þess að salurinn er svona og hann er hérna einn á móti öllum að þá einhvern veginn fara þau bara með stemmingunni og eru svona eins og þessi að þjóna salnum. Mér fannst þetta að vera því að þetta ætti að vera svolítið svona challenge fyrir stjórnenda að einmitt af því að það er svo halla svona mikið á að þá verður að vera aðeins þeim megin frekar. Ég bjó Grundarfirði mitt þegar að kvótakerfið var tekið upp og mamma lýsir því alltaf þannig að á einum degi fór að rigna upp í nefið og fullt af fólki. Peningarnir eru til. Þarna eru margir, sko, ég þekki nú svolítið til þarna og þarna
fjölskyldan Guðmundar Runólfssonar. Þau eru mjög lík í útliti, en þau voru þarna öllum bekkjum, stór fjölskylda, sko. Voru fremsta bekk. Já, og forstjórinn þar fekk fyrstur að tala úr salnum og dóttir hans sem framkvæmdastjórinn eða fjármálastjórinn, hún næst og svona, þetta var fólki var bara að halda sínu fram það fekk bara tækifæri til þess, en uppsetning sjónvarpsins var alveg fráleit. Það hefði kannski verið átt betur við hjá Stefán Einari og Andresi. Kannski þetta áhugavert á þann hátt alveg eins og auglýsingin sem að SFS var að kaupa, hafði bara einfaldlega þeirra og ári. Það sem ég að segja, fólk sér bara gegnum kannski var þetta bara góð uppsetning til þess að sína fyrringuna sem er í gangi, því að allir sem ekki inn í þessu kvótakerfi, þeir þurfa að kaupa eða leigja kvóta á ákveðnu verði sem að þessir aðilar fá að fara framhjá með verðlagsstofu skiptaverðs og miklu lægra verðið, fáránlegt. Það eru laun sjómanna undir og við veit ekki hvað, allt þetta. En rétt fyrir COVID að þá var ég og Ögmundur vorum með fund í kjölfara því hann bauð mér á sína fundaröð. Svo fórum við í rosa skemmtilegu fundur og Þorlákshöfn upp á Skaga og Líf og fjör. Náttúrulega Skaginn búinn að missa allan kvótann frá sér og Þorlákshöfn svona, það er engin svona einn drottnandi þar. Svo fórum við í Ólafsvík. Og það var bara þungi við fundinum og svo er ég bara búinn að halda einhverja svona erindi og svo kom einhver spurningar og bara útgerðarmenn sem spyrja. Og ég maður vissi að sumir voru svona sjómenn og þeir sita bara og þegja. Svo er fundur í búinn og svona og þá bara þess að útgerðarmenn voru farnir og þá gæti maður átt svona smá samtal við sjómennina. En RÚV verður að vita þetta, að ástandið á þessum byggðarlögum er svona þrúgandi, að þú ert ekki með málfrelsi og láta sér detta því í huga að þú getur farið í Grundarfjörð og allir fara að segja sína skoðun, bara í hvaða heimi lifur. Við vorum að fá frambjóðendur, eða mögulega frambjóðendur á lista í okkur sem að sögðu síðan af sér. Því þeir hefðu bara einfallega mist vinnuna. Þetta er ennþá svona á ýmsum stöðum, en á þeim stöðum það sem er ekki kvóti lengur. Þetta er að versna. Því að þegar þú varst í Ólafsvík, ef þú varst sundurorðað við útgerðarmannin, þá kannski að fara á annan bát. Núna er þetta þannig ef að þú stendur upp í hárina á útgerðarmannum, það verður hvergi pláss. Það fer allt. Þetta er ekki einu skipi, þetta er ekki nú flóttan. Allan þessu stóru, burðugu uppsjá við skipinu þetta. Sem eru bestu og tekjumestu plássin. Herðu, ég veit að það var að tala annað en ég sá að Helga var ég sá að hún er í stjórn Evrópu. Það er náttúrulega eitt af þessum stóru málum sem að ég veit að við Rauðaborðið höfum ekkert verið duglega að tala en það er svona það á að vera atkvæðagreiðsla, þjóðaratkvæðagreiðsla á þessu kjörtímabili og núna eru bara kannski 2 ár þangað til að það verður. Í síðar en. Já, í síðar en. Hvort að þjóðin vilji ganga í Evrópusambandið, þannig að eða upp viðræður. Vilja sjá framhaldandi viðræður. Það er munur. Svo sjáum við hvað bíl við fáum. Þrátt fyrir það hvað Moggin og fleiri segja, þá er munur á þessum atkvæðagreiðslum. Eitt er ekki annað. Þetta voru mismæli. Ok, en ef við ekki bara kjósa Helen, vilt þú að við hefjum viðræður við? Já, ég vil endilega sjá hvað er á borðinu. Ég meina, mér finnst allt til að halda þessu gangandi og líka bara að því við höfum líka bara upplifað þessar breytingar í heiminum varðandi Bandaríkin og annað, þá finnst mér við þurfa svona að þjappa okkur saman við Evrópu. Það þarf ekki endilega að vera á þeim fórstum að gangi í Evrópusambandi en ég vil endilega láta reyna á þetta og opna viðræður, ekki spurning. Björn. Já, það er ekkert að því að kíkja í pakkan eins og er orðað, af því að þetta er nú einu svona lýðræði þar sem við eigum að segja fólki sem er ekki hluti af þessu innra samningadóti það hvað þetta snýst. Hafa ýmsir aðilar komist upp með að segja einfaldlega ósatt frá því það hvað aðildarviðræður myndu þýða og sem sagt aðild myndi þýða. Þannig að tvímælust að kíkja í pakkan. Helga Vala, þú verður aðra spurningu. Heldur að þið vinnið að þjóðin samþykki aðildarviðræður? Já, ég vona það. Við ætlum allavega að fara af stað með þessa umræðu og reyna að hafa hana málefnalega. Þetta snýst fullveldi lands sem er í krafti fullveldi síns í samskipti við önnur fullvalda ríki
og þau fullvalda ríki sem eru þarna inni hafa ekki mist sitt fullveldi og það reynir í rauninni ekkert á þetta fullveldi nema þegar þú ert í samskiptum við önnur ríki. Ég meina, og það var það sem var hérna svo skemmtilegt á þessum fundi, þessum aðalfundi, að það var einmitt svolítið verið að ræða það. Sko, lögræðið þitt sem einstaklingur, það reynir ekkert á það að þú býrð einn á eyðieyju, þá er enginn að pæli því. Það reynir á það annar staðar að þú notir réttindi þín og þú eigir ákveðin rétt til þess að gera hitt og þetta. Og það er það sama með fullveldið. Sko, hérna, ríki sem ekki í neinum samskiptum við önnur ríki, það reynir í rauninni ekkert á fullveldið. Það er þannig sem þú notar þetta fullveldið þitt. Og þannig að við erum ekki að missa okkar sjálfstæði að neinu leyti. Ég meina, við erum í EES-samstarfinu, en við hins vegar fáum ekki að hafa nú sterkar rödd þarna inni. Og í mínum huga þá snýst þetta fyrst og fremst. Ég má skjóta inn. Það eru 5 þingmenn af 750. Já, sko, Malta, ég ætla að fá að grípa þetta. Malta er með 6 þingmenn, þau eru með forsetan líka. Ég meina, þau eru bara með forsetan hérna í sín megin sem er valda mesta embætti. Nei, ekkert alltaf, þó það nú væri, það væri ekki eitt ríki alltaf. Nei, en ég meina, sjáu þið, þú veist, það er alltaf verið að segja að við bara hérna hverfum, en ég meina Malta er ekki horfið. Ég verði að spyrja eins og Heimssýn af því að ég var að taka þú átt að gera það og það færi svo gott svar, en þú veist, þetta snýst ekki bara um efnahagsmál, þetta snýst um gildi og þetta snýst um að vera í samskiptum við þessar þjóðir og ég held að þörfin hafi aldrei verið meiri en núna. Hver er gildi Evrópu? Í þessari brjáluðu polariseringu. Hver eru gildi Evrópu? Nú er Le Pen á flugi í Frakklandi, Alternative for Deutschland í Þýskalandi, Meloni á Ítalíu, Austrið verður, ég meina, við ætlum að sjá Austrið verða mannréttindi, það er samt mannréttindi og lýðræði, en það eru óveður ský víða, svo sannarlega. En þá þurfa þeir sem að, og þau óveðu ský eru líka á Íslandi. Já, ég ætla að segja, í Bretlandi sko er alveg augljóst að í næstu kosningum Starmer er gjörsamlega búin að klúra þessu. Hann er svo óvinsæll að ég meina hann er orðinn óvinsællega en Boris Johnson og það er bara staðreynd að í næstu kosningum á Reform eftir að vinna svakalegan sigur, skiptir engum máli þó þau séu handónýtir og ljúga fólkinu, þeir eru eftir að vinna þetta og við bara eigum eftir að sjá allt þetta. AfD, Le Pen, alla fá miklu meir í næstu kosningum. Þetta er pendúll, hann á eftir að sveiflast í þessa átt, svo sveiflast hann tilbaka. Þetta er þannig. Þetta er það að skoða öfgana, sko. Það er búið að gleyma því dálítið hvernig þær voru. Þannig að það þarf að minna á það. Það er óheppileg reynsla, glexía sem við kannski þurfum á. Ég breytti upp á öðru máli, því að ég stundum talaði við þig, Helen, til dæmis Gaza. Nú er eins og að barátta almennings í Evrópu sé að skila svona einhverjum árangri. Það er eins og að Evrópa átti sig á því að það er ekki hægt að halda áfram þessum blinda stuðningi við Bandaríkin og Ísrael í þessu máli. En náttúrulega hins vegar eru hugmyndirnar hvað á að segja finnst manni hlægilega veikar frammi fyrir alvarleika glæpsins. Heldur það að Evrópa geti breytt afstöðu og er Evrópa í einhverju stöðu til þess að stöðva Bandaríkin í því að drífa þetta þjóðarmorð áfram? Sko ef ég velti fyrir mér með Ísland, ég held að ríkisstjórnin þori ekki að fara fram hetjulega í þessu máli út af okkar samningi við Bandaríkin. Ég held að það sé bara málið. Og ég held að, þú veist, heimildi með eitthvað viðtalið boltanum það sko bara ekki vera á radarnum. Þannig að þetta var nú örugglega til þess að koma okkur á radarinn. Bandaríkjasendur hafa búið að senda hérna heim alveg, þú veist, greinum að boltan hafi verið. En mér finnst bara að þetta snýst bara að þessir leiðtogar eru ekki tilbúnir til að taka slaginn við Bandaríkin. Og ég held að það sé ennþá málið. En mér finnst bara, þetta er svo hræðilegt mál vegna þess að nú eru sér sagt allir skólar, allir sérfræðingur þjóðarmorð, Sameinuðu þjóðirnar, Human Rights, Amnesty, Human Rights Watch, allir búnir að segja að þetta sé þjóðarmorð. Þannig að það sem mér finnst alvarlegast í þessu máli er hvernig okkar ríkisstjórnir, þar á meðal Ísland, er að bregðast þessum sáttmála sem við höfum skrifað undir, sem að skildar okkur til þess að koma í veg fyrir þjóðarmorð.
og það þetta sem við eftir að lifa með vegna þess að við erum þetta máttleysi sko. Það þetta máttleysi en þetta líka bara við erum að brjóta alþjóðalög með það að versla hreinlega með Rapid bara því að alþjóðadómstóllinn búin að segja að þetta hernám kolólöglegt og öll samskipti við fyrirtæki og aðila sem að hafa gagnast einhvern veginn eða einhvern veginn eiga þátt í þessu hernámi ólöglegt. Þannig að við erum að brjóta þessa alþjóðlegu samninga og ég hefði auðvitað vill maður sjá ríkisstjórn Íslands svona, fara fram og lýsaði bara yfir þetta þjóðamorð. Maður horfir svolítið á Írana, þeir hafi verið svolítið róttækir með yfirlýsingarnar og spáverðarnir og Norðmenn. En ennþá þetta bara orð. Þetta bara yfirlýsing. Þessi 6 ríki bara með yfirlýsingu. Það þarf einhverjar að fara fram og segja við erum að fara að setja viðskipta þvinganir. En máttleysi held ég sé okkar hræðsla, sérstaklega á Íslandi, bara út af Trump. Þannig að við höfum ekki meira fullveldi en það. Nei, og ég ennþá, ég ætla ekki að fara frá Gaza og yfir í þennan samning, en mér finnst stórkostlegt að einn maður geti skrifað undir samning. Mér finnst þetta bara, varnarsamningin. Ég að tala varnarsamningin. Þessa mikilvægu breytingu í þessum varnarsamningi á bakvið tjöldin, ekki eins og gegnum alþingi, ekki neitt. Hvaða fullveldi það? Ég meina, þetta bara einhverju einn maður sem getur skrifa? Hvaða ráðuneytið að spá? Ég veistu það, af hverju ekki tala meira þetta? Af hverju bara fólk bara, já. Trump getur bara hent niður herstu á morgun og þess vegna held ég að sé íslensk stjórnvöld þora ekki í Kanan. Bara meðal annars þessum ástæðum. Aldrei verið jafnmargir bandarískir hermenn á landinu. Ekki einhver auglýsing núna, utanríkisráðuneytið var að sýna okkur en einhver æfingu. Við búum í skilgreindu svæði Bandaríkjanna og við erum bara í sömu stöðu og þeir sem að búa nálægt stórveldi. Hernaðarveldi, að við verðum bara að hegða okkur eins og stóri kalli segir. Úkraína að brenna sig á því að gera það ekki. Ég meina að Víetnam tiplar í kringum Kína. Svona þetta mörgu leyti. Að miklu leyti þá urðu Sameinuðu þjóðirnar dálítið til með þennan svona skugga á baka sig að þessar stóru þjóðir sem eru með neitunarvald getur rauninni látið þennan fagra sáttmála sem var komið Sameinuðu þjóðunum gilda rauninni fyrir aðra. Það ætluð að passa upp að aðrir myndi framfylgja þeim samningi, en það alltaf með neitunarvald að þær þurfi sjálfar að framfylgja þeim samningi. Þetta snýst alltaf það að sá sem með völdin getur sloppið við það að framfylgja og fylgja lögum. Við fólkið, við getum svona okkar vegna til að fá fríþæging í okkar eigin skrokki, gert eitthvað. Mótmælt, við getum öskrað eitthvað til að reyna það litla sem við getum. Okkar hlutur er að breyta afstöðu stjórnvald okkar í okkar ríki. Já, ég segi það er bara annað en sem við erum gest hérna á Íslandi. Það rosaleg pressa á Starmer í Bretlandi. Það mjög sterk síonistarhreyfing sem bara, passar upp á það að þeir haldi sér á mottunni. En Starmer og hans ríkisstjórn undir svakalegri pressu því margir hafa staðið upp í þinginu í Bretlandi og bara mótmælt þessu og þeir vilja sjá Starmer setja viðskiptaþvinganir. Það aukin pressa, en það verða að vera Frakkland og Bretland sem ríða vaði til þess að litla Ísland geti farið svona innundir, með því. Það gerist ekkert fyrir þessu stóru gera það. Það verða mótmæli á Austurvelli, 3 á morgun. Á morgun, klukkan 3. Nei, það eru mannað. Ég veit það, ég að segja, bara að sjáum bara mátt, ég veit það. Talandi það mál sem ekki fara að hættjaka annara mótmæli. Nei, sjá fjöld, ég að tala það. Sjá hvað stemning í samfélagi. Talandi það mál, það Óskar Bókanegra Flores, hann frá Kólumbíu og hér á landi, en má ekki vera hér. Og við ætlum að skjóta inn og halda svo bara áfram umræðunni. Við ætlum að skjóta inn viðtalið sem að Marja Lilja tók við fósturforeldra hans í bænum. Sonju Magnúsdóttur og Svavar Jóhannsson. Og svo ætlum við bara að halda áfram umræðunni eftir þetta viðtal. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,0.
1,1. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Hjónin Svavar Jóhannsson og Sonja Magnúsdóttir eru hérna hjá mér en þau hafa gengið Óskari Bócanegra Flores í svona foreldrastað en hafa mætt ýmsum hindrunum. Þau eru hingað komin til að segja okkur svona nýjustu fréttir af málunni. Verið velkomin. Takk fyrir. Við kannski svona rifjum upp þetta mál fyrir þau sem eru svona að sjá ykkur í fyrsta sinn. Óskar er ungur drengur sem hefur búið hjá ykkur nokkur skeið. Hann bjó og var flóttamaður, kemur hingað með föður frá Kólumbíu, uppkemur svo staða og það kemst upp í rauninni að faðir hans beitir hann ofbeldi. Þeim er vísað á landi. Óskar kemur hérna aftur sem fylgdarlaust barn og til ykkar og nú á enn á ný að vísa honum úr landi. Hérna er þetta ekki svona nokkurn veginn rétt með farið hjá mér? Jú, þetta passar. Honum var brottvísað frá landinu í október síðastliðnum og með föður sínum og til að gera langa svo stutt að það faðir hans hafi beitt hann ofbeldi meðan þeir dvöldu á Íslandi og þetta vissu til að mynda barnaverndar yfirvöld að hafi verið í gangi en senda hann samt sem áður út með föður sínum. Þegar þangað komið yfirgefur faðir hans hann og skilur hann eftir á götunni í Bogotá. Þar sem hann þarf að bjarga sér sjálfur í næstum heila mánuð áður en hann kemst aftur heim til Íslands og við tökum hann að okkur sem við höfum reyndar gert áður. Hann er búinn að búa hjá okkur meira minna í 1,5 ár. Við sækjum fyrir hann sem fylgdarlaust barn vernd á Íslandi. Þar sem að, eins og ég sagði, faðir hans hafði yfirgefið hann, beitt hann ofbeldi, móðir hans er týnd og hefur ekki náðst í hana í einhver ár. Þannig að hann á engan að. Hann er í rauninni munaðarlaus. En núna, þrátt fyrir þetta, að hann sé hér sem fylgdarlaust barn, þá fær hann ekki umfjöllun sitt mál vegna þess að hann hafði sótt hér áður, eða í rauninni ekki hann, heldur faðir hans, og hann fylgdi bara með í pakkanum. En að því að hann hafði verið hér áður, þá er þetta kallað endurtekin umsókn og þá fær hann ekki persónulega umsókn sjálfur af því að hann hefur verið hér áður. Og yfirvöld ætla núna að senda hann úr landi, einan, á munaðarleysingjaheimili í Kólumbíu, þrátt fyrir það að við séum tilbúin að taka hann að okkur og við höfum óskað eftir því og hann hefur óskað eftir að fá að vera hjá okkur. Þá telja yfirvöld honum vera betur borgið, eins og ég sagði, á munaðarleysingjaheimili í Bogotá. Og þið, það kom hérna bara núna rétt fyrir nokkrum dögum, þá senda barnavernda yfirvöld frá sér ályktun eða greinagerð sem mælir hreinlega gegn þessari brottflutningi. Já, þessi greinagerð fjallar í raun og veru það að þau mæla gegn því að hann verði fluttur úr landi. Það sé ekki óhætt að senda hann úr landi. Hún sé betur borgið hjá okkur. Hér sé hann komið með öryggi og stöðuleika. Og Já, bara samkvæmt þeirra mati,
í rauninni Útlendingastofnun felur þeim að rannsaka hvort það sé óhætt að senda hann aftur til Kólumbíu. Þau leggjast í þessar rannsóknir, hafa samband við barnaverndaryfirvöld í Kólumbíu, tala við þau reyna að hafa upp á móður hans, það tekst ekki og eftir allar þessar rannsóknir þá kemst barnavernd Suðurnesja sem sér mál fylgdarlausra barna á Íslandi, þá komast þau að þeirri niðurstöðu og gefa út á yfirlýsingu að það sé alls ekki óhætt að senda hann til Kólumbíu og þau mæli með því að hann fái umfjöllun sína umsókn. Já, og ég rauninni bara málið hans sé opnað. Já, málið hans sé opnað, hann fái bara það sé sanngjarnt að hann sé fjallað málið hans. Og þau rauninni verið mæla reynda líka með því að hann fái vernd. Þannig að honum ekki óhætt í Kólumbíu. En hvað gerir svo? Þetta skjal sendt í raun og veru á alla hlutaðeigandi, Útlendingastofnun, kærunefnd, ríkislögreglustjóra, þessar svoköllu heimferðardeild. Og við í raun og veru vorum bara svolítið bjartsýn á að það yrði allavega skoða málið hans. Það væri bara sanngjarnt að það væri opna málið hans og hann fengi umfjöllun. En nei, það kom reiðarslag og þeir eru búin að vísa þessu frá. Þessu hefur verið vísað frá? Já. Já, nú komin endalega ákvörðun frá kærunefnd útlendingamála að þrátt fyrir að barnavernd sem á nú yfirleitt að trompa allt í hvað varðar börn, þrátt fyrir að barnavernd úrskurði það og telji það að sé mjög hættulegt fyrir hann að vera sendur aftur til Kólumbíu og óski beinlínis eftir því að hann fái umfjöllun sitt mál og fái vernd á Íslandi, að þá segir Útlendingastofnun nei, þið hafið ekkert vita á þessu, við höfum meira vita á þessu, honum alveg óhætt að vera sendur aftur til Kólumbíu. Það basically það sem að þeir segja og þeir virða algjörlega vettugi þessi tilmæli barnaverndar. Og með því þá gefa þau skít í alla þá barnaverndar sáttmála sem að við sem þjóð eigum aðild að og bara við erum alveg gáttuð á þessu, við bara áttum aldrei vona á þessu því að eins og ég sagði það birti mikið yfir þegar við fengum þessa ályktun barnaverndar Suðurnesja og við heldum að það yrði nóg til að styrkja ykkar mál. Já, hann yrði öruggur, en nei, það aldeilis ekki. Útlendingastofnun tekur ekkert mark á því. Þeir náttúrulega líka gera að engu vinnuna sem að barnavernd Suðurnesja er búin að leggja í málið. Þeim falið að koma á samskiptum við barnaverndarþjónustu í viðkomandi landi sem þeir gera og til að tryggja örugga heimkomi ef hann yrði sendur. Og þau telja það sé ekki örugt að senda hann. Þannig að þau fara algjörlega gegn þeirra ráðleggingum. Ég má velta svona fyrir sér, hvers vegna í úrsköpunum þurfti barnavernd að sinna þessu ef að það var búið að taka ákvörðunina? Já, það er eiginlega svolítið þannig. Það er eins og þau hafa bara verið búin að taka ákvörðun og voru að bíða eftir svari sem að hentaði þeim, en svarið hentaði þeim ekki. Það var ekki eins og þau vildi hafa það og þá bara kjósaðu þau að líta bara fram hjá þessu. Og þetta þýðir bara hreinlega að Óskar verður sendur hérna úr landi. Vitið þið eitthvað, er komin brottfara dagsetning eða eitthvað? Já, það nefnilega það komin brottfara dagsetning byrjun júní, ekki nákvæmur dagur en byrjun júní hefur heimferðardeildin tilkynnt okkur og það er á fullu undirbúningur að útvega öll gögn sem þarf til að senda hann út og óbreyttu þá mun heimferðardeildin ná í hann á næstu 2 vikum og keyra hann til Keflavíkur og senda hann til Kólumbíu Og hvert ætla þau að senda hann? Það er nefnilega skrýtna við það er enginn til að taka við honum og meira þess að barnaverndar yfirvöld í Kólumbíu er búin að gefa það út að þau ekki alveg örugg með hvernig þau muni. Þau auðvitað fullt af munaðarlausum börnum í Kólumbíu. Nákvæmlega, þau hafa alveg nóg með sitt og vita ekkert hvernig verður tekið á hans málum þegar hann kemur og þannig að það er ekkert öryggi fyrir hendi, það er ekkert vita hvernig hans líf mun verða þegar hann kemur þangað.
hann nýorðinn 17 ára, þannig að eftir 1 ár hann orðinn fullorðinn maður. Hvað gerist þá? Er hann þá vísað út af barnaheimilinu sem hann vistaður á og hann þá bara á götunni, það sem hann á enga að? Þetta svo mikil ílska og grimmd og svona bara tillitsleysi á allan hátt sem að íslensk yfirvöld að sýna, að það alveg með ólíkindum, sko. Það engin mannúð, bara engin. Það bara svona flatt strúktúrað kerfi. Já, sko, við höfum á tilfinningunum bara að Útlendingastofnun hafi fengið beinar skipanir, sko, fyrir cirka ári síðan að koma öllum útlendingum úr landi sem að mögulegt og Útlendingastofnun fær bara frjálsar hendur til að gera nákvæmlega sem við sýnist. Þeir eru bara ríki í ríkinu. Það enginn sem yfir þeim. Það enginn sem slær á hendurnar á þeim þegar þeir brjóta lög, eins og þeir eru klárlega að gera núna. Þeir eru að brjóta öll barnaverndarlög sem til eru, sko, sem við eigum aðild að. Ráðherrar lyfti ekki litla fingri. Þeir skipta sér ekki af Útlendingastofnun. Þeir fá bara að gera nákvæmlega sem við sýnist. Barnamálaráðherra Guðmundur Inga Sæland yfir þessum málaflokki, velferðarmálaflokki sem þetta fellur undir líka. Þannig verið að, sko, brjóta á barni og það enginn sem að verndar það. Jú, reyndar Barnavernd Suðurnesja er búin að gefa út sína ályktun og við erum þeim... Það einhver í vinnunni? Já, það einhver í vinnunni. Við erum mjög þakklátt fyrir að vera að fylgja þeim lögum og reglum sem að við þykjumst kenna okkur við. En eins og ég segi, sko, Útlendingastofnun gerir bara það sem sýnist og þráttur þeir vita sig að brjóta lög og vafalaust gætu við stemt ríkinu og Óskar gæti gert það, en það tekur einhver ár og ég ekki í vafa að við myndum vinna það mál, en hvað verður búið að gerast í millitíðinni? Það frestar ekki réttaráhrifum, þannig að hann yrði sannarlega sendur í burtu, gæti verið að standa í málaferlum hér heima og það eins og þú segir, það tekur mörg ár. Þetta ótrúlega sorglegt. Hvernig líður Óskari? Hún bara líður mjög illa. Hann er rosalega tættur, hann er rosalega kvíðinn, mjög stressaður, hann alltaf að biðja með afsökunar á hvort hann sé eitthvað dónalegur eitthvað sem hann bara enga veginn, hann svo ljúfur og góður og já, hann á bara mjög erfitt. Vinir hans allir ótrúlega góðir við hann og tillitsamir. Hann ofta eitthvað að þrasa við þá, þannig að hann eiginlega svona sleppur í að tala við þá af því hann fer þá kannski bara eitthvað að þrasa við þá af því hann líður svo illa og veit ekki hvernig hann á að vera. Þannig að þetta bara, já, það er lítið sofið og lítið borðað og... En hvernig nú þekki ég það á einskinni, en þegar maður fær mannesku maður bara venjulega íslensk fjölskylda og fær svona mannesku sem hefur reynt, komist hingað við illanleik og fengið að brenna sig einhvern veginn á ótrúlegustu hlutum í lífinu og fær svona brotin einstaklingin á heimilið og upplifir svo að kerfin sem að við eigum til þess að halda utanum brotna einstaklinga, þau bregðast. Hvernig áhrif hefur þetta á ykkur? Þið ekki bara þreytt? Jú, við erum bara rosalega, ég skil ekki af hverju við stöndum ennþá, sko. Þetta reynir gríðarlega á. Maður er svo vondsvikinn út í kerfið. Svona barslega trú á að kerfið myndi vernda þetta barn. Það er einhvern veginn bara að manni finnst maður verið endalaust að berjast og svo bara svona fær maður kannski einhvern smá vonarneista og þá verður bara kýlt niður. Já, það er kannski rétt orðið, sko, við erum svo vonsvikinn af því að við erum með þarna barnaverndar-apparat, sko, sem að maður vonar að maður þurfi aldrei að leita til og að enginn þurfi að leita til í rauninni, en maður treystir því samt að þegar ábjátar þá sé þarna stofnun sem að verndar börnin okkar. En svo þegar að maður lendir í því að þurfa að leita ásjár þessara stofnana og nú er ég ekki kannski að
að tala niður barnavernd Suðurnesja þegar þeir hafa verið alveg yndislegir en aftur á móti sko að við skulum síðan ekki fara eftir þessum lögum og reglum sem við þykjumst vera að kenna okkur við. Við þykjumst vera velferðarþjóðfélag, við þykjumst vera best að búa á Íslandi og allt það. Svo kemur bara daginn að það alls ekki þannig og það rosalega svekkjandi að uppgöta það á eigin skinni að maður getur ekki leita til þessara stofnana margra og þau ekki til að gæta hagsmuna þeirra sem þau eiga að gæta, ekki allra, nei. En hvernig réttlætir Útlendingastofnun þetta því að nú hann fylgdarlaust barn og ég svona síðast þegar ég vissi þá má ekki senda fylgdarlaust börn. Þau líti ekki á hann sem fylgdarlaust barn. Já, það svo. Það svo. Já, og sko til þess að hann fái umfjöllun sitt mál þá þarf tvennt að koma til. Hann þarf að vera staddur á Íslandi og það þarf að vera eitthvað nýtt í hans máli sem gæti gefið honum aðra niðurstöðu heldur en í fyrraskipti þegar hann var reyna með föður sínum. Hann vissulega á Íslandi, þannig að hann búinn að uppfylla annars skilyrði strax. Hitt skilyrðið að það sé eitthvað breyttar forsendur. Útlendingastofnun vil ekki meina það, þráttur að hann sé einn hérna núna. Fylgdarlaust barn sem ætti nú að vera yfirdrifnar forsendur fyrir að fá umfjöllun sitt mál. Þannig að eins og ég sagði áðan, að mér þykir, Útlendingastofnun fer ekki eftir neinum reglum, þeir gera bara það sem sýnist og annars myndu þeir ekki vera að brjóta þessa reglu til dæmis. Það klárlega öll rök sem hníga því að hann fái umfjöllun sitt mál og hann fái vernd í rauninni á Íslandi en samt brotið á honum sko. Og til að mynda sko þegar hann sótt vernd fyrir einhverjum 3 mánuðum síðan núna aftur. Fyrsta sem Útlendingastofnun gerði var að hringja í lögregluna og óska eftir rannsókn á okkur hjónunum hvort það gæti verið að við höfum rænt honum frá Kólumbíu. Ég vil ekki hlæja en þetta er rosalega undarlegar aðstæður og bara ásakanir að sitja undir. Starfsmaður Útlendingastofnunar sendir tölvupósta á lögregluna og segir að þessi grunnur að við höfum rænt honum frá Kólumbíu og það þurfum að rannsaka það. En býtum við. Þau hafa ekki samband við BOFS sem á að gæta þá hagsmuna fylgdarlausra barna. Þau gera það ekki. Þau byrja að hringja fyrst til lögregluna og óska eftir að láta rannsaka okkur. Þannig að þau ekki að gæta hagsmuna barnsins sem við áttum að hafa rænt meir en það að þau leggja meira áherslu á að láta rannsaka okkur. Og svo náttúrulega sér hver heilvita maður að það algjör þvæla sko, því að lögregluna hefur ekki svo mikið sem hringt í okkur sko, hvað þá kalla okkur í yfirheyrslu yfir því hvort við höfum stólið honum frá Kólumbíu, en það eigum við 5 börn og okkur vantar ekki fleiri unglinga sko, ef út í það farið sko. En þess þá heldur, ef að við hefðum brotnum með hann, þá var hann mansalsfórnarlamb. Já. Og þess þá heldur ætti að grípa í taumana og vernda hann. En það var ekki, og það skýrt í lögunum að ef Útlendingastofnun fær til sín fylgdarlaust barn, þá það fyrsta sem þau eiga að gera að hafa samband við BOFS sem Barna- og fjölskyldustofa, að þau hagsmunagæsluaðilar fylgdarlausa barna. Þið hafi fengið svona nokkuð mikinn stuðning út í samfélaginu, en það ég held að við séum flest bara þannig gerða að þegar við sjáum barn í vanda þá viljum við allt fyrir það gera. Prestar, djáknar og bara alveg sko alls konar fólk reynlega hefur svona vakið máls á þessu máli sérstaklega. En hvað með alþingismenn eða þið sögðu ekki fengið áheyrn ráðherrana, dómsmálaráðherra til dæmis? Nei, hún hefur ekki viljað tjá sig. Nei, sko eins og þú segir, við höfum fengið stuðning frá sko meirihluta þjóðfélagsins ef út í það farið. Öll prestastéttin,
bara við fáum senda tölvupósta og stuðningskveðjur á hverjum degi sko, frá bara ólíklegasta fólki úr öllum stéttum og öllum stjórnmálaflokkum og alveg óháð því hvaða skoðun það hefur á útlendingamálum sem slíkum, af því að þetta er ekki þannig séð útlendingamál, þetta er barnaverndarmál. En við höfum ekki heyrt í barnamálaráðherra, við erum búin að reyna að skilja eftir skilaboð mörg sinnum, við erum búin að hringja, við höfum ekki heyrt í Ingu Sæland sem er velferðar ráðherra og er svona yfir heildar málaflokknum. Vissulega ekki í Þorbjörgu og það hefur rauninni bara engin, eins og ég sagði áðan, það þorir engin eða vill ekki skipta sér af málum Útlendingastofnunar. Og mér finnst eitthvað rosalega mikið athugavert og rangt í gangi þarna. Að þarna séum við með stofnun sem fær að haga sér eins og hún vill. Sem fær að velja inn fólk. Já. Og brjóta á börnum og brjóta á útlendingum, því að við höfum því miður orðið vör við alveg rosalega mikinn hroka og bara rasisma hreinlega hjá mörgum starfsmönnum Útlendingastofnunar, ég ætla ekki að segja öllum, en mörgum. Og ég hef aldrei trúað því að við værum að meðhöndla þessi útlendingsgrei sem ég vil segja, sem eina sem þau vilja er að koma hérna í leita betra lífi, þau vilja bara fá að taka þátt. Sem er engin glæpur? Nei, sem er engin glæpur. Þau vilja bara, margt af þessu fólki vil bara fara að vinna og taka þátt í þjóðfélaginu og eignast öruggt heimili. Auðvitað eru vitleysingar sem að koma óvart á alla hina og er að fremja glæpi og stinga fólk og brjótast inn og eitthvað. Já, það er ekki út af því að þeir eru með eitthvað ákveðin uppruna eða húðlit. Þetta er það bara vegna þess að þeir eru í því. Það má ekki láta einhverja 10 koma óorði á fleiri þúsund eða 20.000 manna. Það bara má ekki gerast sko, en einhvern veginn finnst manni eins og að séu bara allir settir í sama flokkin og það er slæmaflokkin sko, ekki góða flokkin. En hver eru næstu skref hjá ykkur fjölskyldunni núna? Við erum náttúrulega bara svolítið í áfalli. Það er bara, við erum náttúrulega bara að fara yfir það með lögfræðingnum, hvaða ákvarðanir við tökum. Við getum stemt í ríkinu. Það er náttúrulega ekki rosalega mikið eftir. Nei. Eins og sögum áðan, sko, honum hefur aldrei verið útlitaður lögfræðingur eða talsmaður. Honum var neitað að fá talsmann. Við erum að gæta hans hagsmuna, sko, og sem er líka rosalega einkennilegt að honum hafi ekki verið útlitaður lögfræðingur eða talsmaður. Hafið þið fengið einhverja skýringar á því? Nei, bara af því að þeir í raun og voru ekki búin að taka við umsókninni til að fjalla hana, þá töldu þeir að nætti ekki rétt á talsmanni. En fylgdarlaus börn eiga að sjálfsögðu rétt á talsmanni. Að sjálfsögðu, því það er enginn þeirra talsmannir. Og ef að ykkar nýti ekki við, hvar væri Óskar þá í svona meðförum kerfisins? Hann væri náttúrulega bara götum Kólumbíu. Já, sennilega er hann þá bara á... Eða Reykjavíkur eða... Já, hann væri bara götum Kólumbíu eða jafnvel látin, sko. Vegna þess að, ég held að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir hvernig ástandið er í Kólumbíu. Það er því miður bara alls ekki gott. Mikið stéttaskipting. Og þegar hann var sendur út núna síðast, þá reyndi hann að hafa samband við einhverja æsku vini sína og þeir voru allir látnir, hugsaðir. Bara látnir úr skotárásum og stunguárásum og einhverjum gengjastriðum og einhverju svoleiðis. Þannig að það er ekkert, sko, það er engin von fyrir hann. Nei. Það er bara verið að senda hann út í opinn dauðan í rauninni, að vera að senda hann út. Og Eina leiðin fyrir hann til að halda lífi væri að ganga til liðs við einhver glæpagengi sem hann hefur engan áhuga á. Hann langar bara að spila fótbolta á Íslandi og klára skólann? Já, hann langar að mennta sig. Hann er alveg með mjög mikinn metnað. Og bara eiga gott líf hérna. Þetta er bara fyrirmyndardrengur sem að langar að öðlast gott líf á Íslandi og hann hefur áhuga á skóla og hann hefur áhuga á íþróttum
og það bara nákvæmlega ekkert vesen á honum einn hótt, sko. Við grínumst stundum með að hann sem meiri engill heldur en okkar eigin börn, sko. En hvernig útskýrir maður fyrir unglingi, að því að nú eigið þið dreng á sama aldri, hvernig útskýrir maður fyrir unglingi þennan mun, sko, því að ég veit að ég og stúlka á þessum aldri og það er einhvern veginn, ég ímynda mér að þú veist, að upplifa þetta misrétti með eitthvað, sko, svona jafningja sér við hlið sem að fer allt aðra meðferð og allt annað líf og allt. Já, við eigum náttúrulega líka dóttur sem er 15 ára og strák sem er 17 ára og ég var að segja stelpunni þetta áðan og hún horfði bara á mig og hún sagði bara, ég skil þetta ekki. Nei. Ég skil þetta ekki. Býtu, er ekki barnavernd að vendan? Er ekki barnavernd að hugsa vel hans mál? Og ég segi, jú. Hún sagði, býtu, og hvað? Akkur er ekki hlustað á það? Hverju á maður að svara? Einmitt, maður bara skilur þetta ekki. Já. Og þau eru náttúrulega búin að vera rosa, þau náttúrulega taka hann bara eins og bróður og hann er bara orðinn bróður þeirra, alveg svona orðinn sonur okkar. Og fórnfísin í þeim er alveg endalaus, sko, til að mynda, sko, við hefum ekki farið í frí saman, eða bara gert nokkuð skapaðan hlut saman sem fjölskylda í langan tíma vegna þess að við erum bara svo smeykum að þegar við snúum okkur við að þá sé búið að birtast og taka Óskar, sko. Og þannig að við náttúrulega getum ekki farið erlendis að sjálfsögðu, því að hann kemst, hann er hér og við getum ekki tekið hann með okkur erlendis. Við getum ekki farið, í neinn ferðalög því að við erum bara á fullu að berjast á hæl og hnakka að halda honum á landinu, sko. Og þannig að þau hafa, við sögðum við þau daginn, við bara reynilega svona einhvern veginn báðum við afsökunar á hvað þau hefðu verið vanrækt í langan tíma, sem sagt blóðbörnin okkar, en þau sögðu bara, mamma, bara það er allt í lagi. Við erum ekki reið út í ykkur. Nei, við gerum allt til að Óskar fá að vera hérna, þannig að við erum alveg tilbúin að gera það sem við þurfum að gera, sko. Það var svo fallegt, sko, að heyra þetta. Svo þið búin að segja, þú veist, til hvers erum við að kjósa eitthvað fólk og svo bara gerist ekki neitt. Akkur er þetta fólk ekki að hugsa börnin? Og ég spyrir sama. Og hvernig á maður að svara börnunum sínum? Einmitt. Þetta er alveg óbúslega erfitt og ég er bara alveg svakalega sárt mál. Ég mynda mér bara ykkur fjölskyldinu og ykkur öllum líði illa og ég meina okkur öllum líður illa. Við höfum auðvitað fylgst með ykkar baráttu í fjölmiðlum og einhvern veginn svona sá maður fyrir sér að þetta færi ekki á þennan veg. En ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og deila þessu með ykkur, Svavar Jóhannsson og Sonja Magnúsdóttir, foreldrar Óskars. Takk fyrir og gangi ykkur vel. Takk kærlega fyrir okkur. Takk og þakka kærlega fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Tíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6. Já, komið sæl á nýjan leik. Við hlustum þetta viðtal, en Helen María Ólafsdóttir þurfti að fara frá okkur, en þið sitja áfram hérna við Helga Vala Helgadóttir og hérna Björn Leví Gunnarsson. Og þetta var alveg ótrúlega lýsingar þessa fólks. Já. Helga, þú hefur unnið svolítið í þessum málum.
Já, ég bara að vinna í þessu máli. Já. Ég eiginlega ekkert í þessum málum núna. Já, ertu í þessu máli? Ég í þessu máli, já. Ég lögmaður Óskars. Já. Og þetta var raunsönn lýsingaðum? Já, ég meina þetta máli bara með reynum ólíkindum. Því að þetta byrjar auðvitað á því að hann kemur hérna aftur. Það stóðst ekkert sem að barnavernd í Hafnarfirði hafði sagt að myndi gerast þegar honum var vísað í burtu. Þá hann með ofbeldisfullum föður sem var búinn að segja að hann vildi ekki taka hann með sér. Hann var búinn að lýsa því yfir að hann afsalaði sér forsjá. Hann gerði það fyrir íslenskum stjórnvöldum allt. Það var vitað að faðir hans var ofbeldisneyður og þess vegna voru þeir til dæmis ekki geymdir á sama stað í þessa 2 daga eftir að Óskar var sóttur í skólan inn á klósett í Flensborg af því að það þótti ekki óhætt að hann væri með föður sínum. Barnavernd í Hafnarfirði lýsti því yfir að það yrði eitthvert stjórnvald sem myndi koma og sækja þá í flugvélina og það stóðst ekkert af þessu. Einu sem stóðst var yfirlýsing föður að hann myndi yfirgefa hann. Og hann var þarna 16 ára stattur í einni af hættulegustu borgum heims og átti bara að bjarga sér. Hann var sem betur verið með pening á sér. Pappan sagði ekki fatta það að tjekka á því. Þannig að þau, Sonja og Svavar, höfðu látið hann hafa pening þannig að hann komst inn í miðborg og en var ekki með símkort. Þannig að hann þurfti að koma sér inn á eitthvað svona vef kaffi og svona eftir einhverja daga. En það var enginn. Ég meina, hann ekki með fjölskyldu þarna og það auðvitað því haldið fram að hann sé með forsjárforeldra og eitthvað svona, það verið að segja alls konar svona í þessum úrskurðum sem ekki rétt. Sem ekki rétt. Ég meina, núna gögnin sem að Barnavernd á Suðurnesjum sem að fara í rauninni með umsjá hans þrátt fyrir að stjórnvöld viðurkenna ekki að hann sé fylgdarlaus, þá viðurkenna þau hinum megin að hann sé fylgdarlaus og fela því stjórnvaldi sem á að sjá hann annar staðan og rannsaka hagi hans úti. Þau eru búin að vera samskiptum við Barnavernd í Kólumbíu sem að leita upp í móður hans og það alveg ljóst af þeim samskiptum að hún ekki neinni stöðu til þess að annast hann. Og hún segir bara, ég vil bara að þetta fólk á Íslandi sem búið að bjarga honum verði með hann, af því ég get það ekki. Þetta bara ótrúlega átakanlegt. Þetta bara staða hans. Hann bara einn. Hann hefur verið beittur miklu ofbeldi, margvíslegu ofbeldi. Barnavernd í Suðurnesjum senda hann í könnunarviðtal í barnahúsi. Niðurstaðan úr því viðtali var að hann á að fá meðferð í barnahúsi út af viðtækum áföllum sem ekki bara af því hann barn á flótta, heldur vegna þess ofbeldi sem hann hefur mátt sæta frá því hann var bara lítill drengur. Og hann kemur hingað 14 ára gamall eftir að pappans hafði yfirgefið hann í rauninni í Kólumbíu. Hann fór einn til Íslands og var einn á Íslandi í mánuð og þar fréttir hann greinilega að það sé betra fyrir hann að vera með krakka og þá lætur hann einhvern senda krakkan yfir til Íslands. Mammas var ekki þar. Þannig að þetta bara staðan hans. Hann bara einn. Og nú hann 9 orðin 17 ára, hann var 16 ára þegar hann kom hingað. Og þessi staða... Já, seinna skiptið. Núna, hann var 14 ára þegar hann kom hingað. Hann kom hingað 2022. Og núna hann komin aftur og til þess að mega leggja inn nýja umsókn þá fyrirskipar ný löggjöf að þau þurfa að vera tvenns konar aðstæður uppi. Í fyrsta lagi hann þarf að vera á Íslandi sem að óumdeilt og hins vegar að það sé einhver ný staða uppi. Og þá horfum við á þessa nýju stöðu. Þegar hann var hér með föður sínum 2022 til 2024 þá fékk hann í rauninni ekki sjálfstæða skoðun á sínu máli vegna þess að pappans var synjað um vernd. Og þá löggjöf þannig að þá talið að barni sé best að fylgja föður eða foreldri út. Þess að var aldrei skoðun hans staða. Jafnvel þó að lögreglan hefði tekið hann úr umsjá þessa föður og falið Sonju og Svavari annars hann. Það var samt ekki nóg til þess að vernda hann þá. Í dag þykir þessi staða, hann komin hérna einn, hann var skilinn eftir á flugvöllunum í Bogotá af íslenskum stjórnvöldum á sínum tíma, í október síðast ári. Það enginn þarna úti, Barnavernd á Suðurnesjum segja, það ekki óhætt að senda hann út. Samt
fær hann ekki að leggja hér inn umsókn vernd. Þannig að það í rauninni synjunin, hinn lagateknilega synjun, kærunefndar útlendingamála og útlendingastofnunar, að það bara brottvísunum og ríkislögreglustjóri sem á að framfylgja því með það á dagskrá byrjun júní. En vandinn, framkvæmdin, hún sé farið eftir svona einhverjum einstigum til þess að vísa honum frá, eða gallinn lögin sem að veita Útlendingastofnun ekki rétt til þess að veita honum? Jú, lögin veita Útlendingastofnun alveg rétt. Þannig að hún getur gert það sem hún vill? Já, hún getur gert það sem hún vill, af því að útlendingalög eru svo matskennd að það inni í lögunum ýmis sérúrræði sem hægt að fara og notast við þegar að ræða til dæmis endurtekna umsókn. Þá það matskennt. Það matsatriði Útlendingastofnunar að líta svo á að barn sem að kemur án forsjárforeldris eftir að hafa verið sendt á götuna í Bogotá af stjórnvöldum, að það sé ekki nægileg ný aðstaða í lífi barnsins. Það bara mat stjórnvalda. Það ekki lögin sem banna það. Og þá verðum við líka að horfa á hvaða lög eftir hvaða lögum erum við að fara. Við erum með fjölmörg ákvæði í útlendingalögunum sem fyrirskipa að stjórnvöld verða að horfa á hagsmuni barnsins og vernda börn umfram allt. Við erum líka með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Við erum líka með barnaverndarlög og barnalög. Og inn í öllum þessum lögum eru fjölmörg ákvæði sem ættu að tryggja óskar. Vandinn við útlendingalögin að þar fyrirskipað að það eigi að leita til barn- og fjölskyldustofu sem að þau töluðu og sérstaklega Sonja, þetta BOFS, varðandi það að skila en umsögn. En það í rauninni þegar að mál í umsóknarferli. Málið hans Óskars hefur ekki einu sinni komist á það plattform að vera í umsóknarferli. Þið vitið, af því að annars vegar hann fylgdarlaust barn og hins vegar bara ekki ný ástæða eða nýjar aðstæður. Og þú veist, þetta bara, það eins og það bara tekin ákvörðun, við munum segja nei og svo ætlum við að finna allar mögulega leiðir til þess að neyið standi. En hvaðan sækir það fólk vald sitt? Til löggjafa og ráðherra. Já, það bara þarna fólk starfandi sem hefur svo dómsmálaráðherra auðvitað yfirmaður þessara stofnana. Já. Það þannig. Það bara óumdeilt. Dómsmálaráðherra höfuð framkvæmdarvaldsins og þetta framkvæmdarvaldið. Það þannig að ráðherra segir að nú beitum við bara öll mál mikilli hörku, að þá minna afgreitt? Stofnunin að reyna að meta hvað ráðherrann vill og hegða sér eftir því? Já, ég meina það eru mjög mörg fordæmi fyrir því að ráðherra svona tilmæli hafa farið inn. Gott dæmi það Venezuela, þegar að þá utanríkisráðherra gaf þau tilmæli og gerðu það samninga að fólk frá Venezuela ættu að komast fram fyrir röðina. Guðlaugur Þór, þegar hann var. Já. Það eru tilmæli frá ráðherra. Það ekki löggjöf. Nei. En Björn Leví, þið voruð í þinginu ofta að reyna að standa í vegi fyrir breytingum og útlendingalögum. Eitthvað í þessu máli sem að staða Óskars núna svona slæm vegna þess að lögunum breytt? Það allavega í síðustu breytingum þá var verið að sníða af rosalega marga svona matskenndatriði. Að reyna að minnka rauninni svigrúm Útlendingastofnunar og kærunefndar til þess að taka tillit til ýmissa atriða. Og einmitt með endurtökuna hvernig það ferli í rauninni virkaði og svo frá eins. Þannig að sá hluti í rauninni allavega framkvæmt það sem að býr til núverandi ástand og hefði ekki verið fyrir þær lagabreytingar. En sko málið þetta einmitt mjög góð spurning varðandi það hvort þetta séu lögin eða framkvæmd lagana sem vandinn, því að sko við fengum ítrekaðar ábendingar sem rosalega erfitt að sannreyna í stjórnarandstöðu. Maður spyr en svo finnst hvergi pappírs slóði það eða það játar það engin upphátt
að Útlendingastofnun starfsfólk Útlendingastofnunar hafi fengið tilmæli það að til dæmis ráðleggja ekki fólki réttindi sín. Og það brot á lögum. Stjórnvöldum skylt að upplýsa fólk réttindi sín. Þannig að lögin gætu fræðilega séð alveg virkað á allan réttan hátt með tillit til mannréttindasáttmála og svo framvegis, en framkvæmdin hefur verið vandamál og þessi bábilja að hér að sjálfsögðu enginn að vera sem hefur ekki löglegan rétt til þess og svo framvegis, já, það allt gott og blessað með það, en hver ætlar að segja okkur að það sé ekki verið að fara eftir lögum? Það eigi að vera dómstólar, en heimildir og geta þessara aðila til þess að leita sér þess réttar bara ekki til staðar. Það búið að klippa svo rosalega mikið á það að ef að einhverjum í rauninni vísað brott ólöglegan hátt, að þá getur viðkomandi ekki leita sér réttar síns. Og það var vilji löggjafans með breytingunum. Og þú segir að, ég meina, ef stofnunin sé að lesa í vilja löggjafans, það verið að fækka öllum svona matskendum atriðum, já, löggjafinn vill hafa þetta bara samkvæmt stífasta bókstaf og við dæmum eftir því. Já, en þá kemur hver ætlunin, og við sjáum ætlunina í framkvæmdinni og afleiðingunum eins og í þessu máli. Og þá verður ráðherra í rauninni að spyrja sig, er þetta eitthvað sem að ég bjóst við að lögin myndu búa til? Er þetta aðstæður sem að ég tel að lögin kveði á Ef ekki, þá á ráðherra að skoða hvort af hverju það ekki að gerast. Og ef ráðherra gerir það ekki, þá á þingið að skoða störf ráðherra. Af hverju ráðherra ekki að fullvísa sig að það sé verið að fara rétt eftir lögum. Og ef að staðin svo að það verið að fara fullkomið eftir lögum, þá þurfum við einfaldlega að spyrja spurningarnar, þá lögin ekki eitthvað skrítin. Því að ef við spyrjum okkur Óskar getur ekki beðið eftir því. Alls ekki. Nei, Óskar getur ekki beðið eftir þessu. En þetta almenna vandamálið. Ef svarar því enginn að þetta lögin eigi að virka svona og bara tekur ábyrgð á því að hvað þá? Ef ráðherra gerir ekkert þá henni raunin að segja að lögin eigi að virka svona. Það þannig. Það er niðurstaðan. Og þá verður fólk bara að segja það heiðarlegan hátt. Nei, þetta rétt farið samkvæmt lögum. Ef að fólk hefur á skoðun að þetta sé ekki eins og lögin eigi að virka, þá á það einfaldlega að breyta lögum. Já, en svo það auðvitað þannig eins og ég hlustaði á dómsmálaráðherra í morgun tala að það væri ekki búið að birta úrskurð kærunefndar og þess vegna getur ekki alveg sett sig inn í þetta. Það auðvitað fjölmargar rangfærslur í úrskurði kærunefndar, bara til dæmis aðstæður hans úti. Það vísa til þess að þar séu fósturforeldrar. En það liggur alveg ljóst fyrir ekki forsjárforeldrar. Það liggur alveg ljóst fyrir að þeim ekki til að dreifa í máli hans. Og þá sagt að stjórnvöld muni tryggja hann. Og ég svona leyfi mér að ég meina, Kólumbísk. Já. Og þar barnavernd sem hefur rannsakað málið fyrir hönd íslenskra stjórnvalda ósammála. Þau segja bara að þetta sé í rauninni ekki óhætt. Að það væri ekki í þágu hans hagsmuna að vera sendur þarna út. Til þess að vera tímabundið á einhverju upptökuheimili sem við vitum auðvitað ekki hvað varir lengi eða hversu öruggt Þannig að þetta bara... Hverju líkunar og hvað gerist næst? Gerist næst að það verði mótmæli á Austurvelli á morgun klukkan 3 og þá skiptir náttúrulega máli að almenningur síni afstöðu að það breytist ekkert með öðrum hætti. Það þannig. Það hefur áhrif að mæta á þetta. Það gerir það. Þannig virkar bara lýðræðislegt samfélag. Við vorum að ræða áðan afstöðu stjórnvalda í Evrópu varðandi þjóðarmorðið í Gaza. Það sem eina sem hefur breytt þeirri afstöðu þeim Sverkirins-hætti mótmæli almennings og það sem þau eru mest að það hafa stjórnvöld breytt afstöðunni mest og þannig ef að fólk ósátt við það sem þú lagðir þetta upp að lögin eigi að hafa þessa útkomu og að framkvæmdin eigi að hafa þessa útkomu að þá eru almenningur að láta heyra í sér. Skiptir máli að mæta. Það þarf ekki að taka langan tíma, bara að mæta.
Herðu, en við ætlum að segja þetta gott í bili og þakka ykkur fyrir að sitja svona lengi. Þetta svona tilvinni okkur að skjóta inn viðtali og Helga Vala og Björn Leví, kæra þakkir og gott að hafa ykkar reynslu, bæði þingmenn og Helga Vala starfa sem lögmaður í þessu máli. Kæra þakkir. En við ætlum að hafa örstutt hlé núna og svo slúttum við bræður þættinum með ykkur yfirferð yfir pólitíkina. Herðu, það eru gestir okkur farnir og nú sittum við hérna einir eftir, ég og Sigurjón Magnús, bróðir minn. Herðu, það stendur í prógraminu að við höfum að tala pólitíkina. Það hérna, það kom könnun í vikunni frá Maskínu og ég man ekki alveg hvort hún sé eitthvað svo mikið ólík Gallup sem hafði meldt hérna fylgi. Ég held það þó. Það var eitthvað svona smá 29 hjá Gallup. Það sem merkilegt að þessi ríkisstjórn sem nú orðin eitthvað 150 daga gömul eða eitthvað. Að hún heldur fylgi sínu. Hún bætir það 1% frá kosningum. Það eiginlega þannig að það eru 6,6% sem að fara frá Flokki fólksins til Samfylkingarinnar. Og svo bætir Viðreisn við sig 1%. En svo náttúrulega áhugavert að stjórnarandstaðan, að hún eiginlega í bölvuðu tjóni. Sjálfstæðisflokkur og Framsókn með sína verstu sögulegu útkomu í kosningum eru undir, svona rétt undir kjörfylgi. En miðflokkurinn sem við nú oft talað að hafi eiginlega tekið fórustuna í stjórnarandstöðunni, kannski það eru blandara núna en það var svona fram eftir ári. Bergþór Ólason hefur svona leitt stjórnarandstöðu. En þeir eru að tapa fylgi. Þeir eru mælast núna þeir voru með 12,1 en eru núna með 10,3. Þannig að vantar hjá þeim. Það svona týnist frá þeim hægt og bítandi. Nei, þeir eru með 9,7 fyrir ekki. Þeir eru með 9,7. Sem sem sagt svona... Já, þeir eru búin að missa 2,4% stig. Í kjöraðstæði. Að leiða svona stjórnarandstöðuna að vera svona það afl sem að talar mest og gagnrýnir ríkisstjórnina. Og það bara bátt fyrir, Það eins og þau annarkvæmt veljaðu vitlausum málin. Ég held að það sé dýrt fyrir stjórnarandstöðuna að leggja allas áherslu á veiðigjöldin. Alveg sama hvað fórustu flokkarna telja að þeir skuldi stórútgerðinni. Það eins og þau séu bara í vinnu hjá henni. Og ég held að þetta og óvinsældir þessa málflutnings og svo óvinsældir sjálfstæðisflokksins. Sem maður verður svo oft varðið þetta í umræðinni að ég held að hluti af fylgi Samfylkingarinnar og stuðningur í ríkisstjórnina sé sá að fólk bara guðs lifandi fegið að vera laust í sjálfstæðisflokknum. Ég held að sé bara rosalega sterk. Ég held líka að í formannskjörinu þar, þá var þetta náttúrulega 50-50. Það voru eiginlega jafnar. Hinn vinnur og sjónamun. Og þetta eru tvær fylkingar. Og ég held að flokkurinn eigi svolítið langt í land með að brúa bilið þarna milli. Mér sýnist það öllu. Og svo líka finnst mér varaformaður flokksins, Jens Garðar Helgason, sem áður var formaður SFS, beita sér svona fullharkalega í veiðigjaldamálinu, vitandi fortíðans og þáttöku fyrir SFS og hagsmuni útgerðarinnar. Það var Jóhannsson eða ekki sem var þingmaður Framsóknarflokksins, einn af vísissystkinunum í Grindavík. Hann sagðist bara að vera þingmaður útgerðarinnar. Og ég held að Jens Garðar eigi bara ekki að þetta slíkti sama. Það er ekki klókt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að stilla honum upp. Ég meina ef að Sjálfstæðisflokkurinn á einhvern möguleika á að jafna sig, það getur vel verið að hann hafi það ekki.
að þá væri það líklega eitthvað svona tal sjálfstæðisstefnuna eins og þetta væri flokkur líka fyrir litla fyrirtækjaeigendur og allt þetta sem hún sækir. Halda flokkur myndi dvelja þar einhvern veginn til þess að reyna að finna oft verið að tala benda á það að nú vilja allir flokka að finna rætur sínar. Hver eru rætur Sjálfstæðisflokksins? Það ekki niður í Borgartúni. Það frekar svona Sjálfstæðisflokkurinn þegar við vorum ungir. Það var Sjálfstæðisflokkurinn fjöldahreyfing með tengsl út í öll hverfin og formaður Kívanisklúbbsins og Íþróttafélagsins og sjoppueigandi náttúrulega fikk ekki nefnir sjoppu nema verið Sjálfstæðisflokkurum. Þeir voru allir í flokknum. En svona á tíma Bjarna þá hefur hann eiginlega farið alveg yfir því að verða bara málsvari viðskiptaráðs og SA. Þannig ég myndi halda að það væri verkefni Guðrúnar sem að hins vegar var formaður Samtaka iðnaðarins og varaformaður. Þau hafa bæði verið varaformenn SA. Báðir, bæði formaðurinn og varaformaðurinn hafa verið varaformenn í SA. En að því að það var svona mjótt á mununum, að það ekki samt gefið að blokkirnar haldast. Það ekki alveg gefið. Stundum þannig að ég meina hún vann og þó að það verið naumt að þá gefum við henni færi á að hún ekki nýtt það færi. Nei, annarkvort að það. Eða að henni vilja það ekki. Nei, hún bara ekki nýtt það færi. Og mér finnst líka að hún verður ef hún að blanda sér umræðu á þinginu þá verður hún að fara það sem eru stæst og mestu mál. Ekki eitthvað dægurmál. Ekki karp eitthvað. Nei, sem formað þessa gamla valdaflokks þá á hún að gæta sín að velja sér vandlega hvenær hún fer í pontu og hvað hún segir. En hvers konar formann vill Sjálfstæðis flokksfólk? Ég meina, það hafa verið formenn eins og Sjálfstæðisflokkur var alltaf rosa ánægður með Davíð Oddsson sem var einmitt í svona umræðum að spæla andstæðingana og sömuleyti fannst mér Bjarni vera að reyna að leika þann leik og fór honum ekki vel. Kannski hún að reyna með því að fara í bara mesta hasarinn að reyna að skora svona prik á því að láta það og hafa það og eitthvað svona. En þú ert að tala að færi betra á því að væri svona landsföðulegri. Já, hún fór eitthvað Þorbjörgu Sigriði og nei, eða Hönnu Katrínu, ég man ekki hvort það. Kemur á eitthvað gagnrýni og þá bara svarið formann Sjálfstæðisflokksins væri nú svona þarfara bara að hlusta á það sem hefur verið að gera sér í þinginu en hún hefur verið fjarverandi því það er búið að ræða þetta mál hérna til að taka sig svona svona flengja sig. Það er alveg ég er talað hún er að vanda þetta hún er með einhverja aðstofnun sem þarf að segja henni hvenær hún átt fara í umræðu og hvenær ekki. Formaður gerir ekki sama óbreyttur þingmaður. Þú vilt hafa svona landsföðulegri formann? Já, ég hef ekki taka þátt í öllum dægurmálum, það er nóg að þingmönnum í það. En svo er náttúrulega þetta nýjast af Sjálfstæðismenn fögnuðu mikið þegar þau fengu Jón Pétur Símsen til Alþingis og hann náði kjöri og hann sló í gegn þegar hann var að tala um áfasta plasttappa á gosflöskum sem hann sagði að drægi úr lífsvilja fólks. Svo núna ertu búin að nýjastu fréttin á honum? Já, ég hafði fréttin á Vísi sem var mestlesta fréttin í gær. Það var þingmaður úðaði eyrnameðali fyrir hunda í kokið á sér. Já, hann vaknaði og hélt að hann væri kvefaður og fór fram úr rúminu og sá þessa túbu. Tók hana og úðaði upp í sig. Það geta gett mistök, sérstaklega á morgnana þegar þeir áður að setja upp gleraugun. Já, en maður er kvefa, tekur maður ekki einhver bara fyrstu túbu sem maður finnur og húðar upp í sig og það er einna með það fyrir hundin hans. En Sjálfstæðisflokkurinn er í einhverju svona, Framsóknarflokkurinn, þú hefur nú oft bent að það verði ekki friður í flokknum nema formaður í Víki. Nú er að gera eitthvað svona könnun og hann er ekki að skora feitt. Nei, það er bara eitthvað ég meni hvað, þetta var bara mjög lítið. Mjög lítið hluti. 17% eitthvað sem að framsóknarmanna sem vildi hann áfram. Þetta er bara á að vera áfall fyrir mannin. Og ég tala nú ekki það sem ég hef sagt. Nei, en þetta er búið spil hjá manninu að sjá það allir. Hvað heldur hann átti sig ekki á því eða heldur, það var nú oft sagt til þess Bjarna að hann væri á leiðinni, að var eiginlega búinn að tæma alla pólitíska innleik sína, það byrði löngu áður en hann
hætti. En þá var sagt að hann var að hanga á roðinu eins og þetta vegna þess að hann vildi stýra því hvert taki við og hann var að leita lægi til þess að Þórdís Kolbrún geti tekið við. Svo beið hann alltaf lengi eftir því og þegar hann loksins hætti þá einhvern veginn var hennar tími liðinn og hún bauð sig ekki fram. Heldurðu að Sigurður Ingi sé að reyna að stýra því hvert taki við? Hann sé frekar vilji að nú Willum náttúrulega komin í nýtt jobb, vilji ekki að Lilja takki við. Heldur það sé eitthvað svoleiðis? Það geti alveg verið. Ég veit ekki hvernig hún var hjá okkur hérna og ég spurði hana hvað hún hygðist gera og svona, ég er varaformaður. Já. Hún hefur aldrei lengt metnaði sínum að vera formaður flokksins. Nei. Hún svaraði ekki beint hérna. Nei, en ég meina alltaf gert ráð fyrir því að hún ef að væri formaðskjöra þá myndi hún fara fram. Já. En Ásmundur Einar, hvað varð hann? Hann var að útskrifa dóttur sína úr menntaskóla. Ég sá mynd af þeim hjónum og stúlkunni. Orkun til hamingju með það. En ég veit ekki hvort að hann eigi einhverja pólitíska inneign og hvort hann eigi afturkvæmt. Hann átti mjög mikla inneign þarna á tímabili en hún einhvern veginn tæmdist þegar það fór að líða kosningum. Hann mældist með vinsalisti eða sá ráðherra sem að flestir báru traust til og skora þar yfir Katrínu Jakobsdóttur á hennar góða tíma. Eða þú veist ekki kannski á hennar besta tíma en svona á góðum tíma þá var Ásmundur Einar og einu sinni var Lilja þeirra líka og einu sinni var Willumar. Þannig að Framsóknarflokkurinn hefur átt stjórnmálafólk sem hefur svona náð út fyrir raðir flokksins. Ætti að geta valið sér formann. Já. En Miðflokkurinn, hann sá sem að hefur hvað ég segja, notið sín best í stjórnarandstöðu. En þeir eru bara ekki að skora. Nei, alls ekki Alls ekki. Og ég veit ekki hvað veldur það. Þetta er náttúrulega þau verið að finna bara sökinni hjá sjálfu sér, þegar það var áhyggjur af þessu. Að þau hafa verið þarna virk svolítið úr flokknum, náttúrulega Snorri Másson, Þorsteinn Sæmundsson sem situr á þingi núna. Já. Og Ingibjörg Davíðsdóttir. Og þetta er fólk sem hefur verið svolítið það sem ég hefur verið að horfa á sjónvarpið, svona svolítið áberandi. En ég veit ekki, ég sé engan svona, ef að Lilja hefði ekki fallið að þingi þá var hún náttúrulega sjálfkjörin, Ég þekki ekki. Stundum er eitthvað svona ágreiningur inn í flokkun sem við sem eru fyrir utan sjáum ekki. Þannig að stundum er svona almannarómur að einhver sé svona með sterkastöðina flokksins og reynist það bara ekki að vera, Já. Herðu, en það eru þarna flokkarnir sem ekki, að því að talnaglöggir áorður. Það var átt að segja því að við vorum að tala að ríkisstjórnin hefði bara bættið sig 1% en stjórnarandstaðan tapað rúmlega 4. Munurinn sá að þeir flokkar sem ekki náðu inn á þing sem eru sósíalistar, Píratar og VG að þeir hafa bætt við sér tæpum 4% frá kosningum. Ég veit ekki. Píratar eru á línunni núna 5%. Já, þeir voru með Píratar, þeir eru með 4,6 sem er mesta sem það fengir. Já, frá kosningum. Sósíalistar með 5 og VG með 3,6. Ég tók þetta einhvern tíma saman af því að það búið að vera svona opinber ágreiningur inn í Sjálfstæðisflokknum. Byrjaði í febrúar. Þá mældist hann Sjálfstæðisflokkurinn með 6% á Gallup og 5,5% hjá Maskínu og 13% þegar það var spurt borgina. En svona síðustu kannanir eru þá vera svona aðeins undir 5% hjá Gallup. Það kemur reyndar í næstu viku sem er að mæla alla þennan mánuð sem er ekki mæling á svona nýrri fórustu Sjálfstæðisflokksins. Það kemur ekki fyrir eftir mánuð. Og svo rúmlega 8% í borginni. Þannig að það er augljóst að þetta hefur einhver áhrif haft og ég held þetta hafi líka haft áhrif á því að það svona er aðeins að braggast VG og Píratar. Af því að þeir sem einhvern veginn líst ekki á þessi læti kringu sósíalistar eru svona, af því að eins og við vitna hérna í kosningarannsóknir, þetta eru mjög keimlíkir kjósendahópar, þótt að flokkarnir séu kannski ólíkir valkostir. Þetta eru sömu mið. Já, herðu, er þetta ekki bara fín yfir pólitíkina? Jú, þetta er bara mjög snjallt hjá okkur. Herðu. Þetta er búin að sérstakur þáttur og... Já, bara fín, mjög kröftugar og innihaldslíkar umræður sem hafa verið hérna.
Við þakkum gestunum sem hafa hingað komið og Laufeyju Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkum við mest sem hafi verið að hlusta og horfa. Þið hafi breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun og það það sem þetta snýst hérna á Samstöðinni. Við bjóðum hérna fólki í heimsókn og spjöllum við samfélagið og heiminn og pólitíkina og alls konar hluti. En það eru þið sem að breyti þessu í fjölmiðlum og það sem meira sem ég hef oft bent á að þið hafi byggt upp dreifinetið því að dreifinet Samstöðinnar hefur bara byggst upp af góðri afspurn. Fólk hefur talað efnið hérna og þá fer fólk að leita að því og þið getur bent á að það má finna það á Facebook, við erum þar undir nafni Samstöðunnar, á YouTube undir nafni Samstöðunnar, við erum á öllum hlaðvarpsveitum bæði undir nafni Samstöðunnar, þá fáið alla þættina, en svo líka undir einstöku þáttum. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu, sem alveg frá Sunnaverðu Snæfellsnesi langt upp í Borgarfjörðu upp að Litlu kaffistofu út á Reykjanes þá. En það má líka sækja þar útsendingar á spilarann sem svolítið sniðugt fyrirbrigði, það spilari.is á netinu og það má líka hlaða niður spilaranum í símann og þá getið hlustað á Samstöðuna af allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, það sem net á annað borð. Svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síminn. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef þú vill, ég veit ekki. Það er að fara að kanna það hvort að önnur fjarskiptafyrirtæki vilja bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðinni sem 24 tíma sólhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta borð hér í þættinum Synir Egils og líka við Rauðaborðið og í öðrum þáttum Samstöðurinnar. En það sem hefur drifið Samstöðuna áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Þeir eru núna á 1700 talsins bráðum. Það gefur okkur fé til þess að halda úti þessari umræðu sem hér og byggja hana upp. Það langur vegur sem að Samstöðunni farið, hún byrjaði eiginlega á engu en núna orðin ansi öflugur umræðu vettvangur. Ég held að við framleiðum hér miklu meira efni, miklu meiri samfélagsumræðu heldur en allar útvarpsstöðvar og sjónvarpsstöðvar gera. Ef þú vilt leggja þessu lið og telur Samstöð vera mikilvæg í íslensku samfélagi, þá mjög mikilvægt sem mjög mikilvægt, að þá getur þú farið inn á samstöð.is, þar hnappur sem stendur áskrift, þá getur þú skráðið fyrir áskrift sem 2750 krónur sem grunnáskriftinn, þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðina. Þetta er orðið gott í bili, njótið þess sem eftir helginni, við sjáumst hérna aftur annað kvöld klukkan 8, þá er Rauðaborðið.